Það er aldrei sögulegi tímar búin að eiga sér stað núna síðan við komum saman hérna síðast. Já, það er það. Búið að vera að reyna að taka Trump á lífi og miklar vendingar í forsetakosningunum í Bandaríkjunum og vendingar í Úkraínustríðinu og mikið að gerast. Úkraínumenn komnir inn á rússneska jörð. Já. Ég átti gott samtal við ChatGPT daginn. Ok. Nú er ég spenntur. Ég spurði hann sko hvernig hann geti séð fyrir sér sko búið til scenaríu þar sem að þriðja heimsstyrjöldin myndi byrja með Bandaríkjunum og NATO á móti sko Kína út af Tævan. Já. Og hann gerir það sko. Já. Og segir að þetta byrja, að það er einhverjir atburðir hérna í kringum Tævan sem að fara úr böndunum og enda með því að Bandaríkin dragast þar inn í stríð og NATO ríkin dragast inn í það og svo eru Rússar orðnir svona einangraðir og allt þetta og þeir nýta tækifæri og ráðast inn í Eystrasaltsríkin gegn NATO sko, þá ertu komið með austur vígstöðvar þar og fylgir sögunni sko, Rússar muni þá bara keyra í gegnum Úkraínu sko og þá sagði ég, býtu akkur segir Rússar muni keyra bara valt yfir Úkraínu, menn þú sér það, þeir eru inn í Úkraínu núna, þeir eru ekkert að valt yfir þá og þá eru þeir bara gegn Úkraínu sko. Já. Ekki öllum NATO-ríkjunum og hann alveg bara eitthvað það er sem hann segir alltaf það er ekki öðrunni fyrirgeðu og svo kemur hann með eitthvað nýtt sko og þá spyrir hann veistu ekki að þetta var sko ChatGPT 4 og ég segi, veistu ekki að Rússar reiðust inn í Úkraínu 2022 jú, ég veit það, segir hann Já. Ok by the way, sko, hversu langt ertu uppdataðu, spyr ég Hörru, ég uppdataði fram í ágúst 2003 Já. Og það þetta opnaði fyrir svolítið áhugavert sko, að þá náttúrulega veit hann ekkert neitt sem hefur gerst eftir það sko. Nei. Og þá spurði ég hann sko, hörru, lýstu fyrir mig scenaríu þar sem að Hamas ræðst á Ísrael og hversu líklegt er að það muni gerast og hvernig myndi það geta gerst og hver varu afleiðingarnar af því Já. Og þá kemur hann með alveg svolítið svona góða, þannig að veit hann ekki að það hefur gerst sko. Nei. Og þá kemur hann með alveg svolítið svona góða lýsingu á því fannst mér, hvernig það geti gerst og kemur svona nokkuð scenaríu, meðal annars eitt scenaríu sem er bara svona innrás bara svona eins og gerist þarna 7. október sko. Já. Og segi bara þú veist, Ísraelsmenn myndu svara því bara með alveg bara miklu offorsi og svona og það er þá úr því þetta mikil alþjóðleg deila og svona eins og en hann fannst hann ekkert neitt rosalega líklegt að það muni gerast sko. Nei. Ekki það, þú veist, Ísrael fannst hann mjög ólíklegt líka en það voru þeir gjörsamlega óundibúnir fyrir þetta. Einmitt. Það er áhugavert. Nei, það getur vel sniðu stundum kallinn. Já, gaman að leika með þetta. Herru, hvernig er búið að ganga að koma sér fyrir í nýju vistarverunum? Það gengur bara mjög vel, við erum eiginlega búin með megnið af þessu. Það er aðalega bara bílskúrun sem ég þarf að vinna þess meira í en svona hérna inni, nú er aðalega bara svona sortir eitthvað svona smá hluti en veist, allt þetta stóra er komið á sinn stað. Það er mjög gott, þetta er búin að taka heil langan tíma alveg. Við erum búin að gera helling, fixa hitt og þetta, setja saman eitthvað húsgögn og endalaust. Ég sé að þú ert komin í nýtt stúdíó. Já. Þetta er svona verið hobbyherbyggið þetta. Þannig að við líka eftir að fixa það, við ætlum að setja svona rimla svona svona til að klifra í, ég kalla það ekki bara svona klifur rimla einhverja fyrir þulu, þannig að hún getur að klifra hallan brasa. Nei, en þú ert í bústað? Ég var að koma bústaðnum, já. Það er nú bara svona business as usual sko. Já. En maður er þetta búin að vera að gera ýmislegt í sumar og voru náttúrulega í Vín. Já. Það er ekki. Það var skemmtilegt. Já. Glæsilega rottur. Herðu, djöfisins rottugangur maður. Já, það er ekki svona öllum stórborgum. Ég satt í Almenningsgarði. Ég var að tala við því í síman. Og síðan allt í einu sé ég rotturnar koma bara innan úr runnunum og ég svona
mín fyrstu viðbröð þetta bara sko að stökkva upp sko og afturlappirnar og bara shit, rottur, skilurðu Já, og svo það var rotta þarna maður, það var rotta, ég sá hana skilurðu já og svo og þá sé ég skilurðu, þessar rottur eru bara þetta skilurðu koma og fara og eftir sko smá stund þá bara venst maður því sko Já, og þú veist og svo eru kannski rotturnar út á miðri gangsettinni og ég labba skilurðu og þegar ég nálgast þá svona hlaupa þær í burtu sko já, þannig að maður fer að umgangast þetta bara svona svo dúfur sko já, það eru dúfur alls staðar já, og þú snertir þær aldrei af því að þær fara alltaf ef þú nálgast sko já, og þá var eiginlega orðið þannig með þessar rottur það er svo rátt Já, fyndið maður Jú, ég maður það venst öll einmitt ég fór á þú hefur nú haft gaman að því maður þarna stríðsminjasafnið þarna í Vín Já, sem var alveg svona rosalega klassískt stríðs svona hersafn og þú veist það var bara aðalfókusun er bara að sýna hluti og þú veist mjög svona hefðbundin klassísk framsetning á sögunni sko já, sem er svo sem þú veist fyrir gaur svo mig bara fínt sko já en þú veist þetta er svona ég auðvitað hjó eftir þessu að því að þú veist í sko nútíma safnafræði skilur þá leggjum við áherslu á skilur á söfni að vera þú veist svona staði fyrir samfélag og staður til að vekja umræðu og eitthvað svona sko já, og söfni að vera interaktiv og svona já, þetta var alveg svona mjög klassíst sko já, og þið vorum alveg mjög stóra mitt gaman að því að við vorum að tala fyrir heimsstyrjöldina fyrir ekki svo lengi síðan mjög stóra sýningu fyrir heimsstyrjöldina sko já, það var bara svona virtist vera svona pointekni bara að tróða eins mikið af gripum í glerskápa og hægt var já, sem aftur gaurið svo ég hef alveg gaman að sko en eins og krakkarnir mínir hefði ekkert gaman að því sko nei skilur við Nei Það er einmitt það Já, og svo náttúrulega aðal showcaseið sko var náttúrulega bíllinn og búningurinn hans Frans Ferdinand já, það var nú flott fötina sko Já, með blóðblettunum í já, alveg þannig Það var nú upplifun að sjá það þeir eru reyndar aðeins byrjaðar að dofna sko Já, einmitt blettirnir Ég fór nú ekki á merkilt safn en ég fór á eitthvað svona pólfarasafn í Tromsö í sumar já, Það var mjög fínt já. Það er alltaf áhvert en hann Já, alltaf áhvert þess að pólfar er svolítið áhugaverðar sérstaklega fyrir þær sakki hvað þetta var mikið hark og mikið vosbúð og ömurlegt og áhugaverð hvað bara var tilbúinir að leggja á sig fyrir hvað maður að segja, ekkert annað svo sem er bara dýrð veistu, og heiður og að fyrstur eitthvert já alltaf raun og fyrst og fannst það sem það stýrast Ég náttúrulega normenn hafa auðvitað reynd að vera með eitthvað metnað fyrir því að vera eitthvað svona norðurslóða eða heimsveldi kaldra staða Einmitt. Já Það er eins með áhugaverð að þú veist þannig að rotturnar í Vín sko, það var einmitt í Tromsö það eru mávarnir það er svolítið borgin svolítið útskittin mávar eru friðaðir í Noregi þannig að sko mávarnir eru með hreiður öllum gluggasill sumstæður sko búið að girða af þar settur upp svona aðvörunar teip þannig að maður gangi ekki undir skítinn það er ótrúld að sjá þetta er alveg, ég skildi ekki og sko máva gargið en þetta er út allt þarna og þetta er náttúrulega líka bara tjónuð þetta er svo mikið síra náttúrulega í svona mávaskít þetta er náttúrulega eyðilegur alveg byggingar Þetta er náttúrulega magasýrur Já, þannig að þetta er sérstakt hvað er mikið að máum þarna Já mitt. En við fórum nú þú fórum nú einhvern tímann á eitthvað svona fórum við ekki á framsafnið í Oslo einu sinni mörgum árum síðan það var einmitt gaman það er einmitt eitt af þessum eitthvað svona pólfaraskipum og hluta þessar sögu Já
Fram var hann ekki reyna að fara á Suðurpólinn. Jú, það var hann að Nansen og þetta allt saman sko. Já. Heyrðu, hlaðvarpinu barast tölvupóstur Já. frá ágætis hlustanda sem að mér datt í huga að við myndum kannski taka þess fyrir. Alltaf gaman að fá post. Já. Það er mjög gaman og við fáum alveg slatta af þeim og nú ætla ég bara að lesa hér upp fyrir þig það sem hann skrifar, en hann segir eftirfarandi: Ég var að hlusta á þáttinn Nýja Róm aftur og þar segir Ólafur sem rökstuðning gegn því að Bísansríkið hafi verið Rómaveldi að í austri hafi það tíðkast að keisarar hafi litið á sig sem guðlegar verur og Ágústus hafi notað það gegn Markúsi Antoníusi að hann hafi byrjað að líta á sig sem guð. Hins vegar eru til styttur af Ágústusi sem faró og Júpiter. Svo eru til fullt af styttum af rómverskum keisurum sem guðlega verur, Hadrianus sem Mars, Commodus sem Herkules og svo gerðu margir keisarar styttur af sér sem bæði Júpiter og faró. Einnig krafðist Decius Trajanus að hann yrði tilbeðinn sem guð og íbúar Rómar ættu að færa honum fórnir. Sverrir Jakobsson sem helsti sérfræðingur í landsins austur Rómaveldi hafnar algjörlega þessu Bísanshugtaki og kallar það ávallt Rómverja eða Rómaveldi eða austur Rómverja, austur Rómarveldi eftir 476. Og svo bendir hann hér á það sem að Ólafur heldur fram eins og að margir miðaldasagfræðingar halda fram að miðaldir hafi ekki verið myrkar og að hann fái grænar bólur af því og hnignun, hvaða hnignun? Til dæmis þá hætta atvinnur hér að vera til, ríkisvald hverfur, skólpkerfi og almenningssalerni sem kom ekki aftur í Evrópu fyrir ná 18. til 19. öld og svo vera stytturnar af Rómarkeisurum bara ljótar og ljótari þangað til þeir geta ekki gert styttur lengur. Já. Þannig að þetta eru tvei hlutir. Það er annars vegar það að ég man nú það eru tölvöld land sem við ræddum sem við tókum upp þáttinn Nýja Róm. En þar vorum við að taka fyrir þetta sko, hvað er meðal annars hvað á að kalla Bísanska ríki og það er auðvitað eitthvað sem hefur verið gegnum gangandi oft í umræðum hjá okkur þegar við höfum verið að ræða Bísanska ríkið. Já. Og síðan auðvitað þessi klassíska spurningum ármiðaldir og hnignunina þar. Við tókum það nú reyndar aðeins tölum aðeins það hérna í síðasta þætti held ég. Já. Er það? Já, það var það sem þú talaður grænu bólurnar sko. Já, alveg veit. Já, ég gleyp með þessu maður. En jú. Já, alveg bara, þetta fyrir mína fínustu að heyra þetta. Myrku miðaldir. Já, þetta er svo kolránt. En ef ekki byrja á þessu með keisarana? Já. Ég veit ekki, við kannski tekið fyrst þetta með Rómaveldi. Nei, Bísanska ríkið. Þú veist, jú, ég get alveg verið fallist á það ef við köllum þetta bara Rómaveldi, en sannleikurinn samt sá að ok, þú veist, þá tala Rómaveldi sem talaði ekki latínu, heldur grísku. Tala Rómaveldi sem ekki var heiðið og fylgdi Júpiter að mála, heldur var kristið. Og þú veist, þá tala Rómaveldi án Rómaborgar. Og svo, þú veist, ok, 1204 og latneska ríkið. Hvað er það fyrirbrigði? Já. Ok, og er þá... Er það ekki Rómaveldi? Nei, þú veist... Nei, já, við þá þegar náttúrulega fjórðakrossferðin og þeir tóku Konstantinópel og svo man ekki hvað stýrðu lengi, stýrðu ekki ykkur 70 ár? Já, ykkur 60-70 ár, já. Einmitt, þú veist, er þá, hvað, Trebisond er það þá áframhald Rómaveldis eða, þú veist, og ég skil alveg, þú veist, hvað menn er að fara auðvitað með að vilja tala bara Rómaveldi og allt þannig, en við það sannleikurinn líka sá að ef þú tala sko Rómaveldi árið 1200 eða árið 300 eftir Krist, allir tölverð munur þar á, og þegar við erum að tala þetta Rómaveldi, 1453 þá liggur þetta á bakvið það, hvað maður segja, það að við gerum okkur fyllilega grein fyrir því að það var átt sér staðalveg sko gífurlegar breytingar. Þannig að þú veist, það er raun og veru Rómaveldi sem er
mjög frábrugðið og það frábrugðið til þess að þú veist, Júlíus Caesar eða ekki þekkt þetta ríki eða Augustus eða Trajanus eða hvað þú vilt velja. Nei. Þannig að þú veist, en síðan þetta er líka bara áherslu munur, þú veist, hvað vill maður leggja áherslu á áframhaldi eða vill maður leggja áherslu á hvað maður kalla brot eða byltingar og breytingar eða slíkt og menn alltaf hafa þetta rétt fyrir sér í bæði og jú, þetta er náttúrulega svo mikilvægt og það er náttúrulega skiljanlegt að taka með þetta hvað fólki sjálft kallaði sig en þetta er samt eins og bara með okkur Íslandinga hvað við að segja, Snorri Sturluson myndi ekki skilja okkur ef við myndum hitta hann og alltaf tala eitthvað við hann. Nei, samt hvað tölum við þetta sem Ísland, sko. Já, en þú veist, við gerum okkur greið fyrir því að Ísland árið 1000 og Ísland í dag er náttúrulega tveir gjörólíkir hlutir. Jú, og England árið 1066 og England árið 1966. En sko, þetta er auðvitað hluti af sagnaritun Austur-Norska ríkið sem er náttúrulega ástæðan fyrir þessu, sko. Að við erum með þetta hugtak og ástæðan fyrir þetta er issue eða þetta sé eitthvað sem við erum að tala og hún er einmitt svo að eins og ég hef skilið þetta er að sko til dæmis eins og Antoni Kaldellis og aðrir það er að benda á sko að hugtakið bísanskur sé gildislaðið hugtak sko og beri með sér ákveðnar neikvæðar hugsanir eða tengingar og við þetta erum með náttúrulega bara, það er alveg örugglega hægt að fletta því bara upp í enskri orðabók sko orðið Bísantín sem þýðir sko svikull og eitthvað svona sko. Jú. Það er alveg líka skjótið inn að það er samt smá kaldaninslegt einmitt þegar Kaldellis er einmitt að vega allir þeirra orðaræði þegar hann skrifaði síðan bók sem fjallar einmitt akkurat þetta og er einmitt svona, hvað maður kalla svona orientalismi, eitthvað exotic, eitthvað þarna bókin hans A Cabinet of Curiosities er hluti á titlinum. Þannig að hann er að tína fram sko allar þarna mest svona juicy sögurnar frá Bísanska ríkinu sem einmitt styrkja sko einmitt þessa sín. Já, hann fer hann inn í þessa tegund af sagnaritum, meinarðu? Nei, og það sem hann er bara hluti af þeirra sagnaritum, þú veist, hann er ekkert eitthvað að vega að þeim sögum sko, hann gefur út bókina sérstaklega í þeim tilgangi að skrifa bara svolítið svona spennandi sagfræðarit, það sem bara tekið fram, þú veist, biskupir sem hafði engan áhuga að vera biskup og skaust úr messunni til þess að fara og líta á nýjasta fólkið undan uppáhaldsmerinni og þú veist, Írena var ekki hún sem var, einhver Írena sem var blind á son sinn og allavega svona sögur algjörlega, sko. Ekki að gaggrina þær, þú veist, þannig að það er náttúrulega líka fótur fyrir þessu já, sko, og ég meina hluti breytast og ég meina hluti breytast yfir tíma en þetta er svona, held ég, finnst mér ég skil þetta bara sem slíkt og þú ert að segja, skilur, við skulum ekki nota hugtak sem við höfum búið til, það voru sko, við fræðmenn í vestrinu sem eru ekki frá þessum stað, skilur, og eru ekki hluti af þessum stað höfum búið til þetta hugtak þetta sögulega fyrirbæri og síðan er einhvers konar gildist af því það er líka hugtaki rómverskur það hefur svo mikið jákvæðan gildist með sér, skilur leiðu þú segir, leiðu þú fyrir að kalla þetta rómveri þá er þetta alltaf orðið miklu svona glæsilegra, skilur það er mikið flottara þannig að þetta snýst allt þú veist, ímynd algjörlega og svona tilraun þá nútíma fræðmanna til þess að reyna að brjóta þetta viðfangsefni þegar þeir eru að rannsaka út úr viðjum einhverjar svona ímyndar sem hefur verið búin til og í akkurat þessu tilfelli út af því hvernig hefur verið skrifað Austur-Norska ríkið á nýöld og í upplýsingatímanum, skilur þá sitjum við í þessari sagnarötunar hefð sem er að tala þetta sem eitthvað neikvætt og reyna svolítið svona endur skrifa þetta og breyta þá hugtökum, en málið er að á hinbóginn þá er þetta líka bara spurningum sko bara nafna hefð, skilur, hvað er bara
established nafnahefð og þess vegna sérðu það allir með þess að sjálfur Anthony Caldellis notar alltaf ennþá Byzantine sko. Já, eins og til dæmis bara ég googla þetta bókina, hún heitir A Cabinet of Byzantine Curiosities. Og hann gerir það auðvitað líka í nýjustu bókinni sinni The New Roman Empire History of Byzantium sko, þannig að þannig að þetta er líka bara hugtak sem að við notum til þess að tala þetta sögu þá Rómaveldis skilur auðvitað líka alveg sagt sögu Grikklands eða eitthvað eftir fall Vesturrómska ríkisins en síðan getur auðvitað reynt að koma þér út úr þessu með að tala alltaf bara Austurrómska ríkið eins og hann bendir á í tölvupóstunum að Sverri Jakobsson geri og það er þá gott og blessað sko en þá ertu samt líka komið svolítið út í sko 1453 að tala Austurrómska ríkið vegna þess að mér finnst hugtaki Austurrómska ríkið vera meira eitthvað sem þú tengir við sko skiptingu Rómaveldis í austur og vestur sko einmitt og þá ertu að tala Austurrómska ríkið sem andstæðuna við Vesturrómska ríkið þannig að í rauninni gætur sko sagt skilur okkur við erum með Rómaveldi svo ertu með Austurrómska ríkið og Vesturrómska ríkið svo fellur Rómaveldi í vestri og þá er rauninni ætti sko hugtaki Austurrómska ríkið bara falla líka það er ekki lengur til, það heldur áfram að vera Rómaveldi sko einmitt já og þá þetta getur menn sagt eins og Caldellis hefur verið að segja stundum hörru, til þess að komast í öllu þessu þá kölluðu þetta bara það sem að þeir kölluðu sig sem var bara Rómverjar og það er þetta bara líka gott og vel svo sem en það er náttúrulega bara býr til rugling býr til rugling og sérstaklega það er náttúrulega fyrir þá fólk sem hvað maður segja, hefur nú ekki brennandi áhuga á þess að við tveir og er ekkert að spá þá kannski í öllum þessum blæbrigðað mun og allt frá blæbrigðað mun til sko, stóra breytinga og þannig að eins og það, þú veist, við köllum þetta ég hugsa oft þetta, að hluta til bara sem Rómaveldi en ég gerum svo alveg grein fyrir að þegar það Rómaveldi árið 1350 þá er það náttúrulega eitthvað allt annað fyrirbrigði en Rómaveldi 200 fyrir Krist eða 300 eftir Krist en mér finnst líka bara það er þá líka spurningi sko, mér finnst alltaf að nota hugtakið ég nota sjálfur hugtakið mér þykir vænt hugtakið sko bísanskur og mér finnst pirrandi þegar fólk segir bísan ríki það ég hef gleypt í mér að það hefur verið bísanska ríkið sem er kannski ekki svo góð íslenska en það var nú bara svona hugtak sem ég lærði á sínum tíma sem eins og ég hef heyrt til stundu segja ósmanska ríkið það finnst mér vera ljótt sko mér finnst maður að segja ottomannaríkið en kannski eru ártóðanir sko það er það kannski en svo náttúrulega líka því að hann hvað kallar þetta á ensku, það er náttúrulega Ottoman Empire, en það er líka hann hét ekki Otto, hann hét Os eitthvað, Osman var það ekki Jú, Ósman sko Ósman, þannig þá náttúrulega líka spurningin þá eru líka komin að þessu hvað menn kölluðu sér sjálfur eða þú veist hversu nálægt ég við að vera því, þetta er svo núna þegar ég var að lesa ykkur frétt á Indlandi og þá var einmitt verið að tala Kolkata er það ekki, í staðan fyrir Kalkutta eða hvað hann heitir í dag sko það er náttúrulega gengur ekki sko það er búið að breyta þeimunum öllum eins og bara fúst Peking og Beijing það er kannski það áttu að tala hluti eins og segja Lundúnir eða eitthvað Nei, þetta er líka, þú veist, hversu nálægt þetta er að vera, þú veist, uppruna, þetta er eins og með Genghis Khan, þú veist, alltaf ykkur tala hann, þá er þetta Genghis Khan er náttúrulega ykkur sko, hvað var segja, latnesk afbökun og þá eru þú veist, þegar nútíma fræðimenn eru þó frekar að færa það einhvern veginn nær, hvernig hann sjálfur gerði og ég held þess að saman eins og með Tyrki, eins og var ekki, hann Erdogan að berast fyrir því að það myndi hætta að tala sko Turkey, heldur fara að skrifa það með sko með tvípunkti eða eitthvað þannig að því það fyrir brjóstið á honum að Tyrkland sé kennt við þennan fugl. Jú, sko, núna er það vist orðið offisjál að þú segir Turkey, nei Turkje held ég og þú sást allir bara núna á Olympileikunum menn voru að segja bara this is a great moment for Turkey winning this gold medal eða eitthvað svona. Já, ok, ég vissi ekki að það verið þannig, ok. Og en mér finnst það og ég veit ekki alveg hvað mér finnst svoleiðis það er alveg bara established skilur að fólk er með nöfn á löndum á sinni þjóðtungu þú getur ekki gert kröfum að Íslendingar fara að segja Norge í staðin fyrir Noregur skilur það er bara fáránlegt
Sko korsa puttan að vona að þjóðverjar verði ekki alveg miður sín og krefist þess að allir byrja að kalla sig, ég veit ekki, Deutschland eitthvað. Það þú veist, Allmong, hvernig það á frönsku og needs me eitthvað á slavnesku tungumálunum og Germany og ég veit ekki hvað og hvað. Já, slavnesku tungumál held ég taka stofnin úr Germaníu, sko. Nei, ég bara heyrt að þetta að slavneska orðið við Þýskaland komi af, þú veist, ég skilði ekki einhvern veginn þannig og menn að nota það stundu sem dæmi Nei, ekki rússar alltaf með Germania kannski rússa, en ég hugsa þú veist, hvort sé tjekknesku eða pólsku og hvað það einhvern tímann hef ég lesið þetta á einhverju slavnesku mál, en ég náttúrulega kann ekkert slavneskt mál, þannig að ég skal fara mjög varlega hvað ég segi hérna. Heru, þú þarf náttúrulega bara að fara að rætta þíóla minn, sko. Já, mér alveg dotti í huga að læra kirkjuslavnesku, þannig alveg eina sem hugdættum segja fengið. Þú fær svo margar hugdættur með þér. Já. Heru, hérna þetta, ég sé þetta hérna, byrju, ég fann þetta hérna á internetinu. Já. Sko, þú ert með hérna Germany og þú ert með ítalska Germania og svo ertu með rússneska Germania og rúmenska Germania og Búlgaríu, Grikklandi og Albaníu. Þar eru þessi nafn, sko, sem stofnað kemur á stofnunum Germania. Síðan ertu með Alemang. Það þá í Tyrklandi, Almania, Frakklandi, Spáni, Portugal. Já. Það eiginlega bara þar. Já. Og síðan ertu með finnar sem segja Saxa. Já, einmitt, alveg rétt, já, Saxa, já. Og eistar segja Saxama. Já. En síðan þetta sem þú varst að vísa til, það eru slavnesku þjóðurnar, það alveg rétt hjá Rólaður minn. Já. Ég verið að geta hettónimi sem ég sagði þarna. Það eru hérna Pólverjar, Tjekkar, Slóvakar, allar þessar Júgoslavu þjóðir. Já. Og hvað orðið? Það á ukrainsku Nimetchina. Já. Og pólsku Nimensi. Já. Nemenko á tjekknesku. Af hverju það komið? Ég les ekkert sem að þetta þýðir bara, þú veist, í raun og veru ég skildi ekki, þetta er eins og barbari. Já, ég skildi ekki, já. Já, þú veist, eins og barbarin, það er bara. Eins og grikkirnir, það er svona kvöldur barbara. Já. Og svo ertu náttúrulega með norrænu málinu, þetta Tískland, Deutschland, Þýskaland sem þá komið að þessum stofnum. Þannig að við skulum vona að þjóðverjar krefist þess ekki núna einhverju tímabúti þetta verða standardisera. Það þurfa margir að breyta hjá sér. Eins og bara Hvíta-Rússland heitir nú allt í einu Belarus, sem þýðir þetta Hvíta-Rússland, en það alveg fáránlegt. En jú. Ég held að Hvít-Rússar væru svo hrifnir af Rússum. Akkur þetta þeir að vilja vera fjarlæga sig frá vinum sínum. Það er skrítið. Já, það er ekki líkt þeim. Það er ekki líkt þeim, nei. En hérna, byrjum við, hvað var aftur hitt sem við ætlum að tala um? Það var, þú varst að segja hérna, að rómversku keisararnir sem sagt fóru að líta sem guðlega verur í Bísanska ríkinu og með þeir höfðu ekki gert það í Rómaveldi. Var það ekki það sem þú hafði sagt? Já, en þú veist, guðlega verður náttúrulega þetta konungar á Guðs náð, náttúrulega ekki guðlega sjálfur. Já, eða tilbeðin sem Guð, sko. En það er alveg, maður hefur alveg heyrt það við að ég meina þetta var rómversk hefð að tilbyða Guðin, keisarinn sem Guð líka. Já, en ég ætla að lesa hérna úr bók sem, þetta held ég að sé nú doktorsritgerð, The Imperial Cult and the Development of Church Order. Hann þetta að leggja fyrst og fremst áherslu á kirkjuna síðan, en hann hérna í innganginu, þá segir hann hérna allir The received opinion on the imperial cult of perhaps a majority of Roman historians was well summed up in the work of Kurt Latte, who claimed that the importance of this cult had been greatly overestimated. Emperor worship played a minor role on his view and was not really a religious phenomenon at all. Í Rómaveldi. Já. Og svo veit ég að menn sumir hafa verið að endurskoða það, en til dæmis það að ætla að benda á þau, einhver orðræðu og einhver styttur og þannig, sko, það er svo margt annað sem liggur líka baki og það hefur verið alveg, við getum alveg sagt að það hafi nú verið almenn söguskoðun að þessi guðleg dýrkun Rómarkeisara sem einhverju goða, það hafi nú allir líktum ekki verið.
Nei, en það aftur á þessu bísanska sko, það sem menn eru að reyna að halda að reyna að búa til hugmyndinum að þú veist, og það það sem að Kaldelis talaði um hérna Byzantine Republic, manstu þarna imperial idea einmitt sem þetta, þú veist, að keisarinn hafi verið svona guðleg vera sko, hann auðvitað dregur svolítið úr því þetta svolítið í þeirri bók sko. Já. Og svo ég veit þetta, þú veist, jú, það ekki tilviljun að þegar Virgilius var að skrifa, þú veist, hann rekur ættir Július ættarinnar allt aftur til Venusar og eitthvað slíkt og jú, menn eru eitthvað að reyna að rekja ætti sinni tilbaka til eitthvað goða og svona en að fólk hafa almennt litið á þá sem guði það og hversu mikilvægt þetta hafi verið. Getur ekki bara verið að þetta hafi bara verið hluti af menningunni á þessum tíma. Það er nefnilega það. Að menn hafi haft tendens til þess að tilbiðja keisara sem guðir væru og hér færir þessi hlustandi í brefinu mörg dæmi fyrir því sem ég las upp hérna áðan og við höfum líka dæmi fyrir því frá Austur-Norska ríkinu en menn séu byrjaðar að endurskoða það núna að það sé eitthvað sem einkennir sérstaklega bísanska ríkið í andstöðu við Rómaveldi og maður getur frekar sagt að þetta sé bara eitthvað sem hafi einkennt í báðum tilfellum á þess að hafa verið eitthvað lykilatriði. Sko, þetta náttúrulega eitt af þessum hlutum sem ég þarf auðvitað að kynna mér betur, það verið listanum hjá mér lengi, ég minnst þetta mjög áhugavert fyrirbrigði, en eins og þessi sagfræðingur að vísa í, þá það vist almennt, hefur verið allan almenn söguskoðun að þetta var ekki guðadýrkun, þetta voru ekki trúabrögð eins og við erum að hugsa trúabrögð í dag. Ég held að getur frekar borið þetta saman við Pledge of Allegiance til þessi Bandaríkjunum. Já. Þú veist, hvað svona civil religion, þú veist, auðvitað þú fórnar til keisarans, en það náttúrulega fyrst og fremst ertu náttúrulega að sína þá að þú ber virðingu fyrir keisarunum og hliðhollar Rómaveldi og tilbyður hann ekki sem guð og gefur hann fórn. Nei, og þú veist ekki með eitthvað skipulega kirkju í kringum það eða eitthvað. Nei, mitt. Nei. Þannig að þú veist, það er mikill munur þar á, þú veist, þú ert alveg málað eitthvað keisar eins og maður veit ekki hvað og hvað, þú veist, og verið með eitthvað svona goða ímyndir og eitthvað þannig, en þú veist, við gerum það líka, þú veist, fólk grínast með Trump til þess á netur, menn gera memes Trump sem eitthvað skona guðlega veru eða útvalna guði eða God Emperor of Mankind og vísa í Warhammer 40k, þú veist, það er náttúrulega bara joke, þú veist, fólk það er mismunandi orðræðu þetta. En síðan samt, þú veist, og auðvitað, það sem ég skal ekki vera mikilvægast í allir svona hugtakanótkun, það er í raun og veru bara, það er raun það að maður gerir sér grein fyrir upphafi hugtaksins, eða sögu þess, og það er eins og með, hvað var að segja, þetta bísanska hugtaku þetta. Þetta er náttúrulega mikilvægt að maður séu þetta gaggarinn út í það líka, þú veist, að maður gleypi ekki bæði við því og noti það alltaf, og eins þá náttúrulega Rómaveldi og gera sér grein fyrir hvað fólk kallaði sig sjálft. Ef við færum okkur þó yfir í miðaldir, því til dæmis þetta hugtak, þessar myrku miðaldir, það til dæmis er alveg eins og bísanska hugtakið í raun og veru. Fordómar ákveðins manns sem ákveða að það getur svo sem eitt þætti ég bara að tala um það hvaðan þeir fordómar koma en sem horfir á söguna og einhvern veginn túlkar hluti neikvætt og býr til þetta hugtak og þá er ég að hugsa allir sem Petrark sem þarna hvað miðja 14. öld sem kvartar undan því hvað ljóðmenningin á lágu stigi á hans samtíma og ber það þá saman við latínuna á tíma til dæmis Cíceros og Caesars og þeirra og þaðan kemur þetta hugtak myrku miðaldir og það var til dæmis áhugavert að það er það ekkert annað sko fagurfræðilegur dómur hans á ljóðlist og svo vindur það upp á sig og svo hefur þetta hugtak hvað maður segja, svo lifir þetta hugtak því lífið sem það lifir í dag Sko orðið myrkur eru þetta miklu gildislanar heldur en orðið rómverskur eða bísanskur myrkur þýðir náttúrulega bara mjög neikvætt orð Jú, en Byzantine er samt mjög neikvætt líka Byzantine politics Nei, það hefur verið það Já, það hefur verið það sjáðu en sko, mér, til dæmis bara mér finnst það ekki af því að þú veist, ég hef ekki verið til dæmis í pólitík í Bandaríkjunum Nei. Það sem einhverju sagt við mig skilur
Nei, þetta eru bísonsk stjórnmálhjóðar Andri minn. Nei, það er góða punktur. Sko, þú veist, ég fatt alveg pointið með þetta sé gildislega orð neikvætt en persónulega sjálfur finnst mér það ekki vera neikvætt, skilur, mér finnst það bara tákna bísanska ríkið með öllum sínum kostum og göllum, fattur og þess vegna myndi ég sjálfur halda áfram að nota það orð til þess að aðgreina það frá Rómaveldi, en ég myndi samt eins og til dæmis Kaldellis og allir þessi sakfræðingar sem við erum að tala nota orðið Rómverjar og Austrómverjar bara líka með já. En myrkar hins vegar er náttúrulega bara mjög neikvætt orð það er mjög neikvætt að segja það en sko, mér finnst þetta svolítið skrítið vegna þess að mér var kennt á sínum tíma að myrkar miðaldir sko þýddu eða myrkar aldir þýddu sko heimildarleysi þoka, við vitum ekkert þetta að þetta er svo lítið til af heimildum þess vegna tölum við myrkar aldir á tímum forn Grikkja til dæmis þarna fyrir hérna, hvað segir maður og hvernig var það 7. og 7. öld fyrir Kristi eitthvað álíka hvað þar bil já. Þá tölum við myrkar aldir að því við vitum svo lítið og ég hef alltaf skilið að það verið að minna þannig myrkar ekki sérst myrkar að það hefur verið lítið ljós nei skilur heldur bara við vitum lítið það og akkur vitum við lítið það vegna þess að það eru kannski færri ritheimildir það er enginn seriously að segja það í dag að ármiðaldir séu myrkar af því að það hefur verið fólk kannski gera það tala þetta sem svona hindurvitni og þessar stereotypur sem við sjáum í, þú veist það lifir ennþá í lifir góðu lífi að það hafi verið rosalega hnignun og afturför en það var hnignun? Nei, það er nefnilega það sem er svo áhugavert það var nefnilega ekki hnignun ef þú velur til dæmis að horfa á skorpræsiskerfi þá hnignun en af hverju velur að horfa á skorpræsiskerfi? Það er algjörlega handahófskent það er, af hverju er það eitthvað mælikvarði á hvað við segja gæði og framþróun og tækni Burj Khalifa til dæmis í Dubai sem var nú hæsti turn í heimi og hann er það ekki ennþá var án skorpkerfis þannig að til dæmis en þá getum við valið eitthvað annað ef við horfa á til dæmis þeir tala hvað við segja orkunýting til dæmis ef við notum orkunýtingu til dæmis til þess að dæma samfélag hvort hversu þróað eða vanþróað það sé þá er miðaldasamfélagið margfalt þróaðara heldur en nokkuð tíma Rómaveldi og til dæmis það er eitthvað getur bent líka á það sé handahófskent en til dæmis að það er til ég hef náttúrulega búin að googla þetta Kirchhoff skalinn sem er reiknar út sem sagt, þetta er skali sem gengur út á það hversu mikil orku getur samfélag nýtt og þá er sko því meira sem samfélag getur nýtt því herra er það á þeim skala og þá erum við að tala sko efst á skalan það er þá samfélag sem geta nýtt sko alla orkuna í sólkerfinu eða eitthvað slíkt, þú skilur þannig að með samfélag sem getur nýtt alla orku til með sólarinnar það er eitthvað ákveðin stuðul samfélag sem getur nýtt alla orku sem bara til þess að plánutinu sinni eins og við ég held að við séum á 0,75 eða eitthvað á þessum skala fólk getur googlað þetta og finnur þetta strax við getum notað orkunýtingu til þess að dæma samfélagið og til dæmis af hverju segi ég að miðaldir og ármiðaldir meðal annars hafa verið mun þróaðar en Rómaveldi þegar koma orkunýtingu til dæmis nú skal ég bara tala tækni Rómverjar Rómverjar höfðu ekki reiðtígi og búnað til þess að geta nýtt hesta almennilega. Rómverjar höfðu aðeins búnað sem gat gert þeim kleift að nýta svona 30% af orku venjulegs hests. Vegna þess að Rómverjar tóku ekki upp þennan sérstaka þá búnað sem þurfti til þess að sko dreifa þyngdinni ákveðin hátt yfir axlir hestsins þannig að hann myndir ekki kirkjan. Þannig að Rómverjar notuðu ekki hesta til þess að plæja jörðina. Á meðan á miðöldum þá var tekin upp sem sagt nýrplógur, þungurplógur sem var mikið þyngri og betri heldur en léttuplógarnir sem notaði voru Miðjarðarhafið.
út af því að þeir tóku upp þessa nýju tækni sem kom frá Asíu, að þá var allt í einu þetta að ná sko allt upp í sko 70% nýtingu í hestunum og hestar eru mikið betri heldur en uxar að því leitinu til að hestar fara náttúrulega hraðar yfir, þannig að þú getur plægt meira, þú getur unnið meira landsvæði sem eikur þá náttúrulega landgæðin og þú getur þá plantað meira, ræktað meira en fremur þá voru líka framfarir í sko öllum þessum reiðtíum og hvað það þannig að þú gast til dæmis farið frá því að vera bara með einn uxa við plóin að vera með sko mörg teimi af uxum þannig að þú, eða hestum eða hvað það var þannig að þú gast plægt ennþá meira og hvílt dýrin meira þannig að þarna erum við að tala sko bara mjög augljósa tækniframför. Já, ég heyrti þetta líka og enn fremur til þessu Rómverjar, þeir kunnu til þess að nota vassmylur og slíkt en þeir notuðu aldrei vassmylur það var eiginlega ekkert notað á meðan á miðöldum voru sko vassmylur út allt eiginlega og rosalega vöxtur í því og plús síðan vindmylurnar þannig að nú enn og aftur og nú að tala orkunýtingu og berðu saman rosalegt frumstætt þrælasamfélag Rómaveldis þar sem þú bara með sko lélega notkun á hestum og með uxa og svo bara með mannlega vöðva og orkunýtingu úr fólki og það eru þrælarnir hafa alltaf enga ástæðu til þess að vinna eins og þau geta og leggja eins hart að sér og þau geta þannig að þú losar við þetta þrælasamfélag og með frjálsa bændur þannig séð allan bændur sem eiga hlut í landinu sem er verið að rækta þannig að það er náttúrulega allt í einu þá borgar sér fyrir þá að rækta þess mikið og þau geta og þannig að geta nýtt hesta að fullu þú ert nýtt fleiri uxa, þú ert með betri pló þú ert komið með vassmylur síðan ennfremur þú komið síðan með vindmylur þegar komið upp inn á hámiðaldir þá ertu bara að tala sko allt annað samfélag sem er að miklu leyti byggt á sko vindorku og vassorku Rómaveldi er ekki byggt á hvorki vassaflin ég vindorku Ég skil þig, þannig að það eru framfærir í landbúnaði og í orkunýtingu Já, fullt af öðrum framförum til dæmis í stáli og stálframleiðslu, járnframleiðslu, það er framfarir í bókhaldi, það er framfarir í efnahagsmálum, það er framfarir en getur verið að þetta sé svolítið svona angló- og frankósentrist viðhorf þar sem að menn til dæmis sjá alveg augljósa hnignun til dæmis á Bretlandseyjum sko, eftir að Rómaveldi fellur og borgirnar bara hreinlega hverfa og ríkið bara brotna niður og tekur margar aldir að byggja upp aftur. Nei, en því að ekki eins og það er rétt, því sko að borgirnar falla, hvers konar borgir það? Þarna eru líka hugtakanótkun. Þegar við hugsaum borg, hvað sjáum við þá fyrir okkur? Jú, þá sjáum við fyrir okkur til dæmis stað það sem er kannski eitthvað millistjætti eða verkamenn. Þarna eru kannski eitthvað smiðir og hinir og þessir að vinna hinn og þessu. Þú veist, það eru járnsmiðir og það er einhverjir að byggja hús og það er verið að búa til leður og hvað það er. Sko, á bakvið þessa sko, þetta stóra Rómaveldi sem að sér alltaf í dýrðarljóma var ekkert nema bláfátækt bændasamfélag þar sem voru engar ástæður til þess að reyna að auka einhvern veginn framleiðslugetuna því það var engin markaður sem gat tekið á móti því. Þannig að til dæmis það eina sem keyrði áfram hagkerfi á Rómaveldi, það var bara ríkið og ríkið eyddi peningum í herinn, eyddi peningum í vegi og eyddi peningum í ákveðin, út á böð og vatn og slíkt, flytja vatn til borgana en það var ekkert meira í raun og bakvið það var ekkert ykkur rosa mikil verslun þar sem að sko einstaklingar voru að kaupa svona mikið af kryddum og kaupa hitt og þetta eitthvað varning þannig að þegar þú varst búin að fjarlægja með þetta þá ríkisvald, þá náttúrulega hvar mikið af þessu en upp úr því kemur síðan þá fyrst þetta, hvað við segja, einhver vísir að millistjætt og borgarastjætt, þannig til dæmis sko miðaldaborgirnar þær hafa miklu meira líf og miklu meira iðnað, miklu meira verslun, mikið meira sem var að gerast í þeim borgurum undir nokkuð tíman í einhver sko, hvað við segja Londínium, sem urðu síðan Lundúnir, sem var þá bara rómversk herstuð í raun og veru þú skilur, þannig að sko það er líka svo villandi þegar við erum að horfa á þetta og pluss það líka er það meiri þróun að vera með stóran atvinnu hér fyrir heimstyrjaldir, það voru ekki stórir atvinnuherir, það er ekki stórir atvinnuherir í okkar samtíma en hvað það er líka handahófskennd að ætla að halda því fram sem einhvern stuðli til þess að dæma framfarir og tækni og en hvað þú hugsar sko
landbúnaðarsamfélag sko þar sem að fleiri geta unnið við störf sem ekki er framfærsla og þá færðu skiluru flóknara ríkisvald, meira skrifræði, meiri verslun, meiri kannski framleiðslu eða eitthvað. Einmitt. Og þegar við sjáum skilur borgir minnka, þú veist, eins og þeir lýsa þessu á Bretlandseyjum til dæmis skilur þeir að labba í bara, borgin eru bara rústir skilur frá því bara áður fyrir sko. En þú voru að horfa sem eru hvers konar borgir eru það? Og samóðir lýsa þessu til dæmis Konstantínópel á rétt áður hún fellur sko. Það sem að menn er að tala skilur að borgin er risastór en þú veist, húsin eru bara tóm, það býr enginn þarna, þú veist, það er bara gróður sem bara vex yfir gluggana á eitthvað þetta var áður miklu stærri borg og svona en er það ekki svolítið svona hefðbundin mælikvarði á svona, hvað við segja, hversu flókin samfélög eru, þú veist hversu margir geta verið að sinna öðrum verkefnum heldur bara í landbúnaði sko. Jú, algjörlega, og það færði einmitt meira og meira af á miðöldum, þannig að þú veist þú verður að skoða aðrar miðaldaborgir svo París, Flanders til dæmis og tekur Flanders svæðið helmingur íbúa þess bjó í borgum en ertu þá að tala á ármiðöldum? Nei, 1350 ertu komin upp í sko síðmiðaldi næstu því sko. Já, þá ertu komin þanga algjörlega en það er náttúrulega hluti af þessu miðalda hugtaki. Þegar við tölum ármiðaldir þá erum við að tala náttúrulega þetta tímabil þú veist 500 til 1000 Já, og á því tímabili ertu með aukna borgarmenningu, þetta minnka borgin náttúrulega þegar að þú ert með þetta bara svo, ef ríkisvaldi myndi hverfa núna þá náttúrulega myndi allt í einu sko Reykjavík myndi ekki að talda áfram með risastór borg það náttúrulega er voðalega artificial það náttúrulega er gerfi eftirspurn og sköpun í Reykjavík, það er alltaf þannig kringum allar höfuborgir í sko algjörlega frjálsu hagkerfi þá náttúrulega myndur ekki þá sogar ekkert allt til þín í eina borg skilur fólk náttúrulega fyrir þanga vegna það er búið að vera að soga þessi skattpenning og svo þarna vera að eyða penningunum mikið og það er náttúrulega þannig auðvitað með Rómaveldi sem er að þú veist að sjúga til sem peningana og er að eyða penningum í hinum þessum borgum auðvitað hnignar alltaf þeim borgum þegar það hverfur en það rís upp fullt af öðru þú til dæmis skoða bara Kantaraborg á ármiðöldum þú veist það var alveg þekkt vasslagnir og hitt og þetta og til dæmis sko miðaldasakfræðingar benda á þegar þú ferð í heimildirnar það hverfur eiginlega engin þekking og jú með einstaka dæmum það Bretlandi að þarna sér það sem fornleifafræðinni að þarna the potter's wheel ég veit ekki hvað kvöldlega til þess að eitthvað svona leirhjól það hverfur en það kemur aftur 800 og eitthvað og þá endurbætt og mikið betra heldur það sem Rómverjar nokkuð með þekktu En er það ekki, er ekki hægt að kalla það hnignun? Að eitthvað eitt fyrirbrigði hverfur allt í einu og svo kemur Nei, bara almennt, skilurðu, þú veist, færra fólk, fleira fólk að vinna í landbúnaði, minni verslun, ríkisvald sem er, hvað við segja, frumstæðara. En það er ekkert fleiri að vinna í landbúnaði, því þú eru aðtjóða það að meginþorri Rómaborgar til þess að vann ekki. Þú veist, vandamáli við þetta, stóra vandamáli við þetta líka, þannig að fólk gerir sér ekkert grein fyrir því hvað Rómaveldi var í raun og veru. Rómaveldi var bláfátækt, ánaugt bændasamfélag, þar sem að voru sko stóra þessi latifundia, þar sem voru þessi stóru bíli, þar sem voru þrælar, sem voru mergsóknir og barðir áfram og níðst á og sem var alveg hryllilega óhagkvæm framleiðsla, en það voru sko nýtingin og öllu mjög léleg. Og síðan vorstu með risastóra landeigendur í Rómaborg sem, þú veist, drógu af þessu og eitthvað fé og svo var öllu pening, öllu umframfé var sólundað bara í veislur, borða páfugls tungur og kaupa ykkur sérstakar fjæðrir frá Indlandi eða hvað það var vegna þess að þú veist, það var ekkert alvöru, þú veist, það var ekkert hagkerfi eins og við sjáum fyrir okkur hagkerfi eða borgarsamfélag, þú veist, það var engin hvati til þess að gera neitt, það var ekki að fjárfesta peningunum neins staðar nema jú í landi og kaupa síðan fleiri þræla og halda áfram með þessum sko hryllilega óhagkvæmu framleiðsluháttum og ármiðöldu til dæmis sko rómversk legjóna hún hefði verið þurrkuð út ef hún hefði mætt til þess miðaldaher á ármiðöldum Já, Rómverjar hafði ekki einu sér ístöð
Rómverjar höfðu ekki eins og söðul, Rómverjar höfðu ekki riddarlið sem var almennilegt. Áhugavert. Rómversku riddari gat til dæmis ekki þarna ráðist á eitthvað með spjóti sínu og rekja hann og hólum með spjóti eins og maður sér í bíómyndum, eins og maður sér til dæmis í Hringadróttin sögu þegar róherrarnir ríða þarna yfir heri Mordors, þessi ímynd sem fólk hefur. Ég get alveg sagt heilmikið hana, hún er alltaf líka kolrönga ýmsuleyti en allavega hana. Ef ykkur rómverskur riddar hefði reynt það, þá hafði hann dottið af baki, því aflið svo mikið, það þeytt honum af baki. Þannig sko ístaðið og söðullin og sko þetta ármiðalda uppfinningar sem koma utan frá Asju en eru teknir upp af mönnum þá. Og sko herrtæknin, sko Rómverjar til dæmis, hvað við taka annað, mangólin og trebuchet, sem margir hvað heitir í íslensku. Þetta eru líka miðalda uppfinningar. Rómversku vígvélarnar sem þeir notu umsátri, það var ekkert eitthvað sem Rómverjar fundu upp. Þetta var nákvæmlega sömu vélar og Alexander Mikli hefði verið að nota og Grikkir langt þar á undan. Þannig þetta hefur bara verið svo íkt alltaf, menn sjá alltaf Rómaborg fyrir sér í einhverjum glansa og það er alltaf líka vegna þess að þú hugsa núna bara og líka því sem er að hlusta. Ef þú sér fyrir þér Róm, hvað sér þú? Þú sér bjarta liti, það er flottir menn í rauðum kápum eða það er hvítum tóka og það er raukt í tókanu kannski og eitthvað svona, það er bjart og flott. Sjáðu fyrir þér miðaldir, hvernig eru miðaldamyndir frá Hollywood? Já. Það er alltaf það er náttúrulega þetta. Nei, en þaðan kemur sýnin að því að alltaf fólk, hvort sem gerir sig grein fyrir því eða ekki, eins og bara The Duel eða Last Duel eftir Ridley Scott, það er allt grátt. Já. Það er kolrátt. Og myrt alltaf. Já, miðaldir voru mjög litrikar en þetta er bara eins og með Mexiko í bandarísku bíómyndum. Hvernig er Mexiko? Mexiko er gult. Alltaf gulur filter. Alltaf þegar þú ert í Mexiko þá er gulur filter. Og svona hlutir hafa rosalega áhrif, sérstaklega fyrir fólk sem hver nennir til þess. Líka þú hugsaður eins og Name of the Rose. Já. Og þetta er líka Kingdom of Heaven, atriðið það sem í byrjuninni sko. Það er alltaf svona það er svona snjór en það er ekki alltaf kafi í snjó. Nákvæmlega. Það er bara svona ömurlegt veður. Allt ömurlegt. Og það segir búin að vera ramsa upp um mér hérna núna það er að lesa þetta í bókinni Cathedral, Forge and Water Wheel Technology and Innovation in the Middle Ages, mjög góð bók þar sem er bara tekin upp sko bara hvað var að segja, tækni eftir tækni eftir tækni, til dæmis fyrsti hluturinn sem var byggður algjörlega eða vélinn sem var byggð alveg til þessum málmum, það er hámiðaldir klukkurnar til dæmis. Já. Hörðu, við erum ekki einu svona byrjar á þættinum okkar. En eins og heyri ég hef mikið á hjarta. Já. En en ekki það, ég get líka skotið inn eins og þetta með hvað var að segja, konungar sem guðlegar verur eða slíkt. Ég er að lesa líka bók sem fjallar þetta í guðlega kongdæmi í Miðausturlöndum, Mesopótamíu sérstaklega, en ég veit að til dæmis í Egyptafræðum þá hafa sumu verið með þetta bera brigður á það að faraóarnir hafa verið dýrkaðir sem guðir, þó að ég held að allir séu neila aldrei upp í það að það hafi verið svo. Þannig að það eru eitthvað mismunandi skoðanir, það er mismunandi skoðanir eiginlega á öllu. Nákvæmlega. Herru, ef við að byrja hann að þátt. Já, reyna það. Ok, við þurfum sem þetta 3, 2, 1. Komið sæl gótt fólk og verið velkomin í Hlaðvarpssögu skoðun. Ég heiti Andri Jónsson. Já, Ólafur Hersir Arnaldsson. Já, við erum mættinga aftur í Hlaðvarpssögu skoðun eftir ágætis sumafrí. Við vorum komum hér síðast saman í júní, þar sem við ræddum aðeins málin og hefum nú heldur betur fengið að hvíla okkur á sagfræðinni yfir sumarmánuðina en erum nú komnir aftur hér tvíefldir að vanda
og Já. við erum að keyra í gang 7. síson hlaðvarpsins, nei 7. síson hlaðvarpsins, og hlaðvarpið söguskoðun auðvitað fyrir þá hlustendur sem eru að koma hér fersk að viðtækjunum hlaðvarpum sögu og sagfræði, þar sem við reynum svona að fara létt yfir hlutina og ræða það sem ræða þarf. Og þetta þáttur númer 91. Við vorum hér fyrir sumarfrí að ræða 20. aldar sögu. Við vorum í Júgóslavíu og eigum það nú reyndar eftir á dagskrá hjá okkur að klára þær umræður. Við ætlum nú ekki að gera það í dag. Og við vorum í Austurríki Ungverjalandi og við vorum í fyrri heimsstyrjöld og við vorum í öllum þessum pakka. Já. En í dag ætlum við að færa okkur á nýjar slóðir hér í hlaðvarpinu sem við höfum ekki verið á áður, en við ætlum að fara til Norður-Ameríku. Og Ólafur, þetta ekki bara í fyrsta sinn sem við tölum sögu Norður-Ameríku að ykkur viti hérna í podcastinu? Jú, ég held það nefnilega. Fyrir utan kannski þegar við ræddum Oppenheimer. Ég held að Oppenheimer séu eina skipti sem við verið í Norður-Ameríku annars. Já, allavega svona ykkur viti sko. Já. Nei, það bara gerðið sko ég það allavega að hugdettur sko með dettur sem margt í hug og það sem ég er búin að sökka mér inn svolítið upp á síðkasti, það nú bara pípur og pípurreikingar ég reiki ekki pípu sko, en ég á 2 pípur núna og önnur það einmitt að kallast Churchwarden, það svona löng pípa, svona svo Gandalfur reykir, tólken og svona, það auðvitað þá hvað hann sá áhuga kemur og svo ætlar ég með þess að hérna fyrir framur núna jú, hlustandi sjá þetta ekki en aldrei sér þetta. Þetta svona Stalins pípa. Já, þú meinar, ég hef ekki spáðið því en það hangið þá saman með því sko að sem sagt bandarískur sögfræðingur sem heitir Alan Haraldson frá það svo fyndi sko, hann frá held ég hann ekki frá Virginíu held ég hann býr í Kentucky núna og hann talar með sko rosalega svona suðuríkja hreim einhverjum, það bara svo hann sé sko beint, hann sé bara hoppi beint út úr einhverju Quentin Tarantino mynd sem einhver svona, suðuríkja hvað var að segja, plantekru herra eitthvað, það var mjög fyndið að hlusta á hann tala en hann allavega hefur mikið áhuga út á bandarískri sögu, þannig að ég verið að hlusta hans á þennan kall hvað þið kemur þá pípureykingar og sagfræði, þá bandarísk sagfræði og bandarísk sagfræði eitthvað sem ég hef svo sem aldrei verið eitthvað spá mikið í þannig séð sko, þannig að ég er búin að sökka minna aðeins í þetta þá einmitt lesa það hvað maður segja, þess svona upphafni þá landnámsins þá í Norður-Ameríku. Herru, við ætlum að reyna svona að gera það svolítið á næstunni, kannski núna bara í sísoninu, að skoða þetta eins betur, frelsistríðið, jafnvel borgarastyrjöldina, væri gaman að tala líka. Já. En við ætlum að byrja aðeins í dag með að taka aðeins á upphafi, svona tala aðeins upphaf þessara nýlenduríkja í Norður-Ameríku og við ætlum aðeins að skoða sérstaklega stríð Breta og Frakka 1754 til 63, er ekki rétt hjá mér? Ég man ekki alveg hvernig það byrjaði, vegna þess að 7 ára stríði byrjaði eitthvað aðeins setna heldur en Indíánastríðin. Einmitt, sem að hefur nú verið stundu kallað stríð Frakka og Indíána, French Indian War á ensku, en hluti af 7 ára stríðinu sem var styrjöld á milli margra stórvelda og margir á nú kallað bara fyrstu heimsstyrjöldina, þannig að alltaf þessar umræður kom alltaf upp þegar við ræðum þessi stríð. Já. Við töluðum nú þetta aðeins, drápum nú aðeins á þessu þegar við ræddum Frakkland fyrir heimsstyrjöld fyrir byltingu fyrir nokkrum árum síðan og það auðvitað alls konar bollaleggingar þetta sko. Já. Síðan að þeir líka svo, við nefnum þetta alltaf þegar við erum að tala eitthvað, sumir hafa líka vel kallað sko seinna 100 ára stríði. Já, sko seinna 100 ára stríði og þá þetta að vísa auðvitað í það að þú varst með svona langt sko on-off tímabil á miðöldum
hámiðöldum notabenni mm. eða hvað, síðmiðöldum kannski, nei, hámiðöldum þar sem að sko Bretar og frakkar og englendingar voru stanslausum styrjöldum Já. og menn hafa fært sko rök fyrir því að hérna sértu með sko tímabil sko 1600 og eitthvað til 1815 sem svona samhangandi vegna þess að þjóður voru alltaf í stríði sko. Já, alveg endalaust 1815 auðvitað endalok Napóleonsstyrjöldana sko. Já. Það er jafnvel talað auðvitað bara fransk-ensku stríðin sem bara sko 11. öld til 1815 skilur Já. Og það er nefnilega áhugavert auðvitað því að þessu til dæmis með fyrir heimsstyrjöldina skilur frakkar og bretar eru saman í þessu bandalagi og þú veist svona þegar bretar eru að vega og meta sko stöðuna fyrir þeim skilur þá eru þetta menn að segja skilur við verðum að standa við bakið okkar bandamönnum frökkum sko við getum ekki sko svikið frakka og svona en alltaf frakkar og englendingar alltaf búin að vera í þú veist, frakkar eru hinn náttúrulegi óvinnur englendingar náttúrulega sko Já. Það er ekki smá viðsnúningur, það er ótrúlegt Einmitt. Og svo líka þá getur skotið inn einmitt á í þessu stríði á 7 ára stríðinu þá eru allt í einu sko Bretar og Prússland þá, bandamenn Já, einmitt Sko, náttúrulega ég veit búin að gleyma mikið að ég náttúrulega las Já, því ég bara að lasa einmitt með gaman að balansera þetta þá las ég einmitt nýja bók eftir Fred Anderson sem er eitthvað sagfræðingur Crucible of War, The 7 Years War and the Fate of Empire in British North America það var príðiskoð bók þá fjalla 7 ára stríðið og svo með áherslu á þá auðvitað Norður-Ameríku svo titlinn gefur til kynna Einmitt. Og svo las ég France and England in North America þá 2 binda útgáfa eftir hann Francis Parkman og Francis Parkman þú veist, þetta er gefið út sko já, hann lést 1893 þetta er gefið út held ég 1870 Einmitt. en þetta hangir náttúrulega samt líka saman með eins og þegar við vorum að tala hérna í síðasta þetta í sísoninu að þetta með að segja mér finnst svo gaman náttúrulega með mikið að þessari sögu er að 100 ára gömul sagfræðibók getur alveg haft töluvert gildi sérstaklega hún unnið vel á sínum tíma vegna þess að það er ekkert eitthvað endilega rosalega breytingar og þetta er alltaf sniðut líka að lesa eitthvað nýrra en þetta er eins bara eins og með Júlíus Sesar eins og þátturinn sem við tókum þá veist, það var 100 ára gömul bók sem ég las og er ennþá töluð bara sem standard ef þú ætlar að lesa einhverja ævisögu og lest ekki eina ævisögu Júlíus Sesar, það var einmitt oft súbók nefnd Já það var alltaf eins með þetta verk eftir hann Francis Parkman sko, hann alltaf fer rosalega vel með heimildir og hann alltaf vísar nákvæmlega í öll skjölin sem hann notar til þess að færa sömmen á þessu og það á frummálunum auðvitað líka þannig að ég er búin að sökka minna þess í þetta Einmitt. En það er einmitt þetta sko, þú ert komið samfélag í Norður-Ameríku landnema samfélag blómlegt samfélag sem er á mikilli þar sem er mikill uppgangur og áttu eftir að verða miklir atburðir þar bæði þarna og bara alla götu síðan það er óhætt að segja að Bandaríkin hafi verið mikið á milli tannana á mönnum alla götur síðan það land var til þetta er nú alveg færa rauk fyrir því kannski að 20. öldin hafi verið öld Bandaríkjana hún verður það en 21. öldin eru margir sem vilja meina að sé ekki öld Bandaríkjana það er kannski ekki allir sammála því Nei, mér svolítið það ég er 99% sem það verði öll Bandaríkjana Þú heldur það? Já, fyrst og fremst út að fólksfjöldaspá Já, út alltaf með það Bandaríkjana eru eina iðnvætta ríki í dag sem er með eðlilega fólksaukningu En 18. öldin, þá eru Bandaríkin í fæðingu og við ætlum að tala um þetta Já, hvað er að byrja með þetta, Ólafur? Það er alltaf góð spurning, hvað er maður eiginlega að byrja? Að byrja á miðöldum eða? Já, við erum að byrja á miðöldum Pávinn, nei ég sé nú fyrir mér að maður getur svo hlaupið svo bara
tiltölulega hratt yfir en það er náttúrulega áhugavert auðvitað ef maður hugsar fyrst sko Spánverjar og Portúgala þeir náttúrulega leggja fyrst og næst áherslu á Mið- og Suður-Ameríku vegna þess að það náttúrulega var mestu fólksfjöldi þar það náttúrulega var mest ríkidæmi og ofti mestu að slæjast þar en það náttúrulega auðvitað ítti síðan undir að ríkin í Norður-Evrópu og þá til þeim sérstaklega auðvitað Frakkar og Bretar byrjuðu náttúrulega líka að horfa vestur og byrjuðu að sækja þarna að Norður-Ameríku og svona hægt og rólega auðvitað vindur þetta upp á sig og svo náttúrulega út af illdelum í Bretlandi og síðaskiptornum og allt þetta þá náttúrulega fara þarna af stað þessir púrítanar sem vildu fá að stofna svona öfga íhaldstrúa samfélag þar sem að þeir getur fengið að vera í friði og þyrftu þá ekki að umburða neina aðra, einhver pápista og eitthvað slíkt og upp úr því náttúrulega vaksa síðan þó þessar þá nýlendur og þessu nýlendu stefna englendinga en það sem er svo áhugavert fyrst mér líka við þetta og við þurfum auðvitað að tala meira um nýlendu stefnur að sko nýlendu stefnur náttúrulega var gjörsamlega á engan hátt einhvers konar svona monolith einhvern veginn svona einsleit stefna eða hvað það að það er svo áhugavert að sko þessar Evrópuþjóðir voru endalaust að berna niður virkin hjá hver öðrum og slátra íbúum og eyðileggja og bregða fótinn fyrir og styðja frekar indjána og indjánur að gera svona og hinsegin og það er mjög erfitt að koma upp þessum nýlendum og mjög hörðu lífsbarátta sko þetta auðvitað byrjar náttúrulega mið- og Suður-Ameríku og við þekkjum það hvernig páin eins og frægt var undir lok 15. aldar gefur út leyfi þar sem að vesturhluta það er þarna þessi lengdagráða eða hvað það var það sem að skiptir heiminum á milli Portúgals og Spánar sem er ástæði fyrir að við erum með Brasilíu og spænst þarna fyrir vestan en náttúrulega öll Norður-Ameríka er samkvæmt þessari skiptingu á áhrifasvæði Spánverja og Spánverjar höfðu verið að sækja auðvitað upp norður eftir í Mexíkó og inn í það sem er í dag suðurhluti Bandaríkjanna meðan hans Flórida og englendingar er ekki talað að fyrsta svona velhefnaða nýlendan sem þeir ná að stofna er Jamestown í Virginíu 1607 og þeir setjast líka að norðarlega á því svæði sem er Maine og Massachusetts og stofna þar nýlendur sem að verða að Nýja Englandi og síðan eru aðrar þjóðir þarna líka á 17. öldinni Frakkar koma til sögunar í Norður-Ameríku og sækja inn í heitir þetta ekki Sankti Lawrence fljót þarna nálægt Quebec og þar flóin, þarna djúpur flói og stofna þar Nýja Frakkland sem er unnið þá næstu því sko vestan við Nýja England sko en þeir koma líka úr söðri frá Louisiana það sem er í dag New Orleans og upp með frá Mississippi áni sem er náttúrulega gríðalegt fljót stærsta svona held ég fljóta á svæði í heimi þetta er líka þetta vatnakerfi sem það séum við þannig mæli með bara að fólk googli og sjá mynda því það er ótrúlega að sjá hvað mikið af vötnum og að þá ámsum við renna í Mississippi algjörlega og það er svolítið merkilegt þegar þú skoðar líka þessa sögu af því þessum þjóðum sem er að stofna nýlendur í Norður-Ameríku er að sjá landafræðina líka hvernig hún spilar inn í þetta þú ert náttúrulega með þessi Appalachia fjallgarðin sko sem er á milli þessa vassvæðis Mississippi áarinnar eða fljótakerfisins og Ohio fljótið og Sankti Lawrence og þetta allt saman og síðan ertu þá með þessa austuströnd þá þarna austamegin við þessi fjöll sem allar árnar renn út í Atlantshafið og þetta verða svolítið svona náttúrulegar einingar sko en síðan ertu með Hollendinga líka
þeir setja stað á svæði sem átti eftir að vera New York fylki, já. stofnað þar Nýju Amsterdam og Brooklyn og fleiri staði sem hafa haldið nöfnum sínum, Harlem líklegast já. og svo eru Svíar þarna líka okkar menn þeir koma á svæði sem er sunnan við landnám Hollendinga og eru þar stutt tímabil með nýlendu sem heitir Nýja Svíþjóð menn alltaf frumlegir ef mér skjáttlast ekki þá er þetta nálægt Washington já. ef mér skjáttlast ekki maður það svolítið uppgöta landafræðina þarna í Norður-Ameríku þegar maður er að spá í þessu Svo alltaf reyndur og það frakkar líka að stofna línundur til dæmis í Flórida og man ekki hvort að Bretar að reynda líka það var brent niður á Spánurum því það alltaf var líka sko, það var ekki bara hræðsla og ótti við þetta Indíánu heldur líka við hinn nýlendur ríkin eða önnur Evrópuríki alltaf svo mikil samkeppni einmitt. Já, það er náttúrulega fólk sem býr þarna fyrir Já En það er samt mikilvægt að halda þetta í haga að það náttúrulega var orðið mjög strjálbýlt í Norður-Ameríku út af því að kannski svo mikið sem 90% af íbúum voru látnir úr bólusótt og svona sjúkdómum frá gamla heiminum sem þetta fólk náttúrulega hafði ekkert ónæmi fyrir. Já. Þannig að það er alveg rétt þegar menn mæta þarna, þú veist, að það var þetta miklu leyti tómt og það er allir áhugavert í þessu indjánastríði að þeir ofmátu alltaf fjölda indjóna. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir hvað indjónar eru rosalega fáir og við erum að tala allir þess að sumir af þessum ættbólkum þetta eru ættbólkar sem gátu kannski bara mætt með nokkur hundruð stríðsmenn. Það voru allir karlmenn sem gátu barist fyrir ættbólkin. Það var kannski nema nokkur hundruð. Stærstu gátu fara upp í nokkur þúsund. Þetta er ekki meir en það. Já, og svo var alltaf oft vandamál með þessar skærur á milli Evrópumanna og indjóna að Evrópumenn voru alltaf sko, þeim fjölgað alltaf sko, kom alltaf nýjir og nýjir sko, meðan indjónarnir áttu erfiðara með að sko halda sér við út af þessum þáttum sem þú vorst að nefna sko. Já. En það er áhugavert að sjá sko þessar ensku nýlendur sko, þær eru líka auðvitað svolítið fjölbreyttar sko og þær fara svolítið hægt að stað á 17. öldinni tekur svolítið tíma að byggja þetta upp sko. Já, ég gerði það. En svo þegar þetta er komið í gang svona upp úr 1700 og svona á 18. öldinni sko, það fara þetta að vera mjög svo blómlegar byggðir sko. Já. Og svo líka til að auka, til að benda líka á hvað þetta var flókið. Sko, mér finnst alltaf svo fyndið þegar Evrópubúar að gera grína Bandaríkjamönnum fyrir að tala sko Evrópu. Já, I was in Europe. Það er bara, varst í Frakklandi, Ítalíu, hvað? Já, Frakkland, Ítalíu eða Bretland. Já, þetta er allt bara Europe. Já. En við tölum nákvæmlega eins Bandaríkin, því sko Bandaríkin náttúrulega er ekkert eitt land. Bandaríkin náttúrulega eru mörg lönd. Kalifornía til dæmis. Kalifornía ein og sér náttúrulega bara heilt land út af fyrir sig. Og þessi fylki og þetta eru mjög mikill menningamunur til dæmis sko Pennsylvania og saga Pennsylvania náttúrulega allt önnur heldur en Texas algjörlega maður eða Norður Dakota algjörlega og til dæmis á þessum tíma að þá allir Pennsylvania var stýrt af ég veit nú ekki hvað köllum þá íslensku Quakers einmitt og þeir til dæmis voru algjörir friðarsinnar Quakers var trúarhópur og er trúarhópur og þeir eru algjörir friðarsinnar og þeir stýrðu alveg Pennsylvania fylki á þessum tíma og þeir vildu ekki neitt hernað þannig að þeir dróðu lappirnar svo gátu og voru gegn því að stofna einhverjar herdeildir og setja skattfé eitthvað slíkt og þannig að ýmsar ástæður fyrir því en þeir síðan endanum þá hætta þeir svo draga sig úr stjórnmálum og snúa baki við stjórnmálum og þannig þá var alltaf Benjamin Franklin og félagar sem taka við og þá breytist þetta en til dæmis hugsa þér að þú ert með svona fylki og svo ert með önnur til dæmis Boston þá, Massachusetts þeir voru það langt frá víglunum og frá indjánunum að þeir höfðu svo sem heldur engan áhuga á því að vera eitthvað mikið aðstoða í einhverjum hernaði þetta eru svo sjálfstæðir einingar þannig að það er allir svo stór hluti á vandamálinu þegar að mættu þarna einhverju breskir hersöðingi og ætluðu sér að gera eitthvað nýlendurnar höfðu engan áhuga kannski á því aðstoða því það var svo
jú, Virginia var á vílinni, það var mikilvægt fyrir þá auðvitað og þeir vildu berjast og eitthvað svona en fyrir hina sem voru langt frá þeim var nokkuð sama og svo líka aðrir hagsmunir sem svo áhugavert sem eiginlega aldrei talað að það var líka sko breska krúnan vildi heldur ekkert að nýlendurna var alltaf að þenjast út og breska krúnan með þess að brendi niður ólögleg bíli og landnám og það til dæmis finnst mér svo áhugavert sem eiginlega aldrei tekið inn í þessa nýlendumræð þegar við að tala hana, það alltaf sett fram eins og þetta hafi verið einhvern veginn sko rosalega juggernaut eða þetta hafi verið einhvern veginn alda sem bara stöðugt hélt áfram og svo var lagt meir og meir undir sig en það var líka mikil andstæða heima fyrir, það var andstæða hjá allir hínum og þessum stjórnmálumönnum í nýlendunum að leyfa fólki að halda vestur og leggja undir sem landsvæðum sem menn vissu að þá vorst að fara að berjast við Indjánuna og það eru samningar og það býr til vandamál og til dæmis, þú dæmið það brendur niður alveg hundruði svona ólöglegra bíla Pældi ég samt að á þessum tíma þegar samgöngu voru eins og þær eru bara sko steinaldir með við í dag og að þú veist að menn hafi verið að fjárstýra svona löndum minnst það alveg magna það er ótrúlegt og til dæmis ekki vegir eins og mörgum þessum svæðum sko og Appalachia fjöllin til dæmis ég held að það sé elsti fjallgarður í heimi ef allan einhver elsti þess vegna eru þau svona lág að þetta er sko æva ford fjöll og það er til dæmis mjög erfitt alveg frækt til dæmis og þekkt í Bandaríkjunum mjög vinsælt til dæmis að labba Appalachia fjöllin og á hverju ári þá deyr einhver ákveðin fjöldi fólks út af því að allt í einu kemur rigning og þá er allt í einu bara flóð og það eru hellar og hitt og þetta þannig að þú ert ímyndað að fara í gegnum þetta þegar ekkert með vegleysur og 100 kilometra í næstu byggð En sko ef við skoðum aðeins þessar nýlendur þessar bresku ensku nýlendur þessar 13 nýlendur svo kallu sem að komast svolítið á koppin á 17. öldinni og eru orðnar eins og ég sagði mjög blómlega byggðir á 18. öldinni það búa held ég þegar komið fram á tíma þessara styrjaldar sem við erum að fara sem þú ert að vísa til hérna við Frakka og svo þetta frelsistríði þá við talaðum að það veri sko held ég 2,5 milljón manna sem að byggu í þessum 13 nýlendum og hérna hefur verið alveg greiðaleg fólksfjölgun hérna og þú ert með og það eru svolítið svona þeim er stundum skipt í þrennt út með norður héröðin eða norður nýlendurnar Nýja England sem er þá Maine og New Hampshire Massachusetts og Rhode Island og Connecticut líklegast sem eru svona þessar gömlu rótgrónu svona púritana svæði sko þar sem að þú varst með sko mikið af verslun byggðist mikið upp á svona verslun sko þeir voru mikið í þessari þríhyrningsverslun aðal höppin sko þangað og þar auðvitað voru skilst mér lengi sko menningarlega rætur þessar sem þú ert að tala þetta með púritanana og þessa hópa sem voru að fara til Ameríku til þess að fá trúalegt frelsi og svona utan kirkjudeilda og þetta sko en samt svona ströng svona trúar, eða ekki? Jú, og mikil dugnaður og mikil elja, það var mikil áhersla að vera að vinna og spara og allt þetta, en það er alltaf ástæða fyrir það okkur þetta byggist svona upp, það er mjög einfalt á öllum tímum, ef þú vinnur mikið og sparar það auðgastu. Og það er gaman að skoða eins og bara ég gerði þetta í gær, ég fór eins í Google Maps og bara svona skoða svæðið sko og veist, örnefnin þetta er allt svona bara svona bresk örnefni sko Norwich, Manchester Lancaster Bristol, bara eitthvað svona New London en þann dag í dag þá þetta er evrópskasti hluti Bandaríkjanna Boston til dæmis oft nefnt svo kannski svona svo stórborg í Bandaríkjanna sem er næsti að komast í evrópska borg einmitt, maður hefur heyrt það en síðan ertu með það sem hefur verið kallað miðhlutin eða svona nýlendunar það eru þá New York, Pennsylvania, New Jersey og Delaware líklegast og það eru þá svæði sem að eins og New York svæði sem að þeir englendingarnir fengu af hollendingum
og þar var svolítið svona, hefur alltaf verið, þú veist, þetta er alveg klassist fyrir New York í dag, sko, á 19. öld, 20. öld, að það sé eitthvað svona suðupottu menninga og eitthvað svoleiðis. Já. En það er vist sko á sér alveg lengri rætur vegna þess að menn hafa talað að meiri sig á þessum tíma hafi þar verið meiri fjölbreytni í sko þjóðernum og fólk sem var ekki til dæmis gat ekki fundið sér heimili á Nýja Englandi, gat til dæmis farið til New York og þessara héraða þarna sem var meira frelsi. Gott dæmi það til dæmis bara Benjamin Franklin sem var frá Boston. Já. Sem fór til Philadelphia til dæmis. Það var meira sko, svona, þeir voru meira líbó sko. Já. Og Pennsylvania eins og þú nefnir á hann sem var svona nýlenda sem var búin til svolítið í kringum hennan eina kall þarna Penn sem var fekk það því að það var hérna pappan skuldaði breska konginum svo mikið pening og hann gæti ekki borgað honum þannig að hann borgaði honum með að gefa honum land í Norður Ameríku og úr var þarna Pennsylvania sem var byggð upp svona í kringum þessa Quakers og þetta og það auðvitað verður til Philadelphia sem er alveg verður og er á þessum tíma stærsta borgin í nýlendum englendinga þegar komið fram að stofnun Bandaríkjanna er Philadelphia aðalborgin sko. Já. Og síðan ertu með söður nýlendunar Virginíu, Norður og Suður Karolínu og Georgíu sem eru svona þessar sko, miklu færri borgir sko. Og byggir á þessum plantegru landbúnaði sko. Já. Það sem þú varst með stórar plantegrur og með svona ríkum landeigundum það sem þið voru að rækta tóbak og sykur og svona og náttúrulega fyrst með sko eitthvað svona bláfátækt verkafólk sko í vinnu þarna en fljótlega þetta náttúrulega koma þrælarnir inn í þetta verður náttúrulega svona þrælaríki og svo hangi líka saman þess að mismjöndi hvaðan fólkið kom sem nam mikið af þessum fylgjum. Já. Það er til dæmis að þá þessi keltneski jaðar á Bretlandseyjum, hann laðaði mikið af þessi fólkið með til Suðuríkjanna og frá þessum keltneska jaðri þá var meiri áhersla til dæmis á kvikfjárrækt og ekki sem áhersla á dugnað og slíkt. Þannig til dæmis þegar þetta fólk var að nema land þá sagaði hann í trén en það kannski lét vera að rífa upp ræturnar og allt slíkt þannig að það var mikið lélegra landbúnaðarsvæði heldur en til dæmis Þjóðverjarnir eða þá englendingar sem rifu upp allt með rótum bókstaflega til þess að búa til mikið betri akra og gátu þá náttúrulega framleitt meira þetta er svo bara til áhugavert að í Suðuríkjánum langt fram eftir og langt fram og meira svo fram á 20. öld þá mjólku kýr í Suðuríkjánum minna heldur en mjólk kýr í Norðuríkjánum og það fer bara eftir því hversu mikið þetta gefa kúnum og hvernig hugar að þeim þannig að það er laga þessu og þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur áhrif á Bandaríkjann enn þann dag í dag þessi menningamunur og það er eitthvað sem við þurfum endilega að tala sko meira það er mjög svo áhugavert þessi sko keltneski þessi jaðar og það er með þessi bókum sem heitir Cracker Culture og svo Thomas Sowell hefur líka verið mikið að skrifa þetta það er svona einn af fremstu fræðimönnum Bandaríkjanna og mikill menningamunur. Já, algjörlega og mér er svolítið áhugavert að þú sjáir sko strax þarna sko bara á 18. öldinni sko auðvitað sko mismunandi efnahagsmódel og mismunandi svona félagslegar aðstæður sem að þú átt síðan eftir að sjá í kristalliselast auðvitað í náttúrulega borgarastyrjöldinni seinna náttúrulega þegar það eru náttúrulega þessi norðurríki sem að hafa öðruvísi aðstæður heldur en suðurríkin og annar hagsmuna að gæta og vilja aðra hluti en þú finnur þarna auðvitað þvert yfir ríkt fólk mikla landeigundur auðvitað í suðrinu fólk sem átti þú veist, stórar plantegrur og með mikið af þrælum og bara ríkir landeigundur og svo þetta ertu með þessu ég sagði að hann ríkir sko businessmenn, kaupmenn á Nýja Englandi og líka mikilvægt að halda þetta hafa mikið fólk í vistarbandi þú veist, það var jafn mikið af því ef ekki meira en þrælar og til dæmis sko fyrstu
þrælarnir sem fóru til Bandaríkjanna voru Írar og mikið af írsku fólki sem fóru þarna í vistabandi og þá var það á samningi kannski í vistabandi 10 ár eða 20 ár það fólk lifði oft skemur því það voru verri aðstæður af því þú hafði bara 10 ár til dæmis bara til þess að þú veist benda á lífshörkuna og hvað það var erfitt að svona brjóta land undir ræktun og byggja sig þarna upp og ennfremur segir það náttúrulega líka bara hversu ömuleg vosbúðum var það heima fyrir í Írlandi til dæmis fólk hafa lagt þetta á sig þessi voru breytar auðvitað konur hann líka með Nýfundalandi ekki Nova Scotia, það voru þarna einhver styrjaldir þarna í byrjun 18. aldar á milli Frakka og Breta þar sem að þessi svæði fóru eitthvað á milli handa en Frakkar áttu nýlendur í Nýja Frakklandi og Louisiana sem eru gríðarlega stórar þegar maður sér þær á korti en það var nú kannski ekki alveg jafn svona blómlega byggðir eins og í ensku nýlendunum þvert á móti en það er líka sko sumir sakfræðingar hafa bent á að eina ástæðan fyrir því að sé svo að það var grundvallar munur á nýlendustefnum þessara tveggja ríkja Frakkar, þeir unnu mjög hart að því að byggja upp raunverulegt Nýja Frakkland í Kanada til dæmis það fólst í því til dæmis að þú sendir enga villutrúamenn þangað þú sendir engin úrrök innan gæsalappa, þú sendir ekkert ógæfu fólk þú vildi senda þangað góða kaþólika góði kaþólikar sem höfðu ágætt heim í Frakklandi af hverju þeir eru fært til Kanada til þess að berjast þar í vosbúð á meðan í Bandaríkjunum þar röklaðist náttúrulega fullt af fólki sem átti engin tækifæri heima fyrir þegar þú segir Bandaríkjunum þá meinaru ensku nýlendunum þannig að það allir svo alveg regin munur þar og ennfremur að sko í Kanada var líka mikil andstað á meðal elitunar þar að taka við landnemum vegna þess að þar voru menn fyrst og fremst uppteknir af því að safna þessari gráfuru öllum þessum skinnum frá skógum Norður-Ameríku og senda það heim og lifa af því og það náttúrulega var gjörsamlega á skjön við það að ætla að fara að ryðja skóginn og planta korni þannig þess að var svo mikið andstaða við það veri byggð upp einhver blómleg landbúnaðarsvæði þarna og pluss það líka að þessir menn sem voru að safna öllum gráfurunni þeir náttúrulega voru háður út af Indíanum og sáu þau út að þetta myndi vega að þeim og myndi náttúrulega bara bitna á versluninni og þá minni verslun, minni peningar og allt slíkt að það hefði gífur áhrif þannig að þess vegna var líka mikið meir tókstreita í Frakklandi að sko bremsa landnám, komið vekk fyrir landnám og svo líka aðrir svo kóngurinn og þannig að reyna að pressa á að einhver verið sendir til þess að nema land en svo vildu menn það ekki í Kanada og hvað það var þannig að þetta var svona handáskent og mikið erfiðar að koma og laggja þetta einhverju þarna en það manstu tölurnar yfir franska Kanada, hvað voru margir sem byggu þar þegar stríðið brust út? Nei, ég er nú ekki með það sko 60.000 er það oflátt? Ég held ég hafi lesið 60.000 Já á móti 2 milljónum Já og náttúrulega þú veist Louisiana sko það er náttúrulega bara risa svæði þú veist það er allur þessi Mississippi vatnakerfi sko og þar auðvitað er þetta mjög lítið af fólki sem býr og er mjög dreift allt og eru náttúrulega bara fyrst og fremst í einhverju verslun við Indíána og svona og allt öðruvísi viðhorf líka þá auðvitað til Indíána sko og svo reyndar jesúítarnir voru líka mjög duglegir að fara til Indíána og stofna reyndar það trúboði og færa þeim fagnaðar erindið og það er mjög áhugavert í jesúítarnir er stórmerkilegt fyrirbrigði vegna þess að það var hluti sem þetta á reglunum þegar þeir hluti að halda dagbækur og það er heilmikið af sögulegum heimildum það sem þessi jesúítaprestar voru þá að senda heim til Frakklands trúboði bland hjá þá til dæmis Ottawa fólkinu eða Húróns eða hvað heita allir þessir ættbólkar og það er náttúrulega ómetanlega sögulegar heimildir Einmitt. En þetta trúboði í raunveru mistókst svona á endanum en þeim tókst nú að snúa eitthvað þessum Indíánum til kaþólskrar trúar en Frakkar voru, eins og líka svo segir þeir voru
mun umburðalindari og jákvæðari í garð Indíána og það náttúrulega líka vegna þess að þeir höfðu allt annar hagsmun að gæta sem samt svolítið áhugavert af því að þegar þú skoða síðan nýja imperialisman í Afríku setna Já, á 19. öld sko, þá þetta svolítið öfugt sko. Þar eru frönsku nýlendurnar einmitt sko, mission civilisatrice einmitt það sem þeir eru að reyna að breyta frumbyggjónum Já, á meðan englendingarnir eru meira bara svona ykkur svona viðskiptum sko já, eða breytarnir, en það er líka lóturlegt hvað þrátt fyrir allt þetta hvað þessi frönsku áhrif í eins og í Louisiana eru ennþá sko já. rík, svo til dæmis bara auðvitað ekki, náttúrulega ekki fyrir auðvitað náttúrulega bara þessi örnefni eins og New Orleans og svona St. Louis og eitthvað svona þá ertu auðvitað líka með sko, hvað heitir eitthvað tegund af Katjún já, einmitt, enska sem er dialekt Já, af ensku í kringum já, þarna þessu sveið þarna siðst við Mexikóflóa já, það sem að þeir tala ensku svolítið svona frönsku skotið, skilst mér einmitt sér matagerð og hluta þessu fólki kom frá Arkadíu sem er þá, ef þú sér fyrir þér er ekki Maine og New Hampshire sem eru þarna þessi norðaustustu fylki Bandaríkjanna jú. og strandlengjan þar sem tilheyrði Kanada það var kallað Arcadia sem var síðan Kadia sem var síðan Cajun eitthvað þannig já, en pælti þetta er sann sko þetta er algjörlega hifnum megin á meginlandinu sko meginlandinu, já. Af því að þetta Arcadia þarna það er það sem er í dag sko New Brunswick og Nova Scotia já, einmitt í Kanada sko og meðan hitt sko New Orleans er bara alveg suður við Mexikóflóa sko. Já, þetta er alveg gríðarlega vegalengdir maður ekki gríðarlega vegalendir og svo náttúrulega líka verður aðtjóða það náttúrulega menn gerður heldur ekkert grein fyrir því hvað þessi lönd voru stór eins og til dæmis ég mann ekki hvort það var það Pennsylvania eða Virginia eða eitthvað af þessum fylkjum þeir heldur í fram að þeir ættu allt land að Kyrrahafinu já, þú veist það var í raun og claimið já, sea to sea eða eitthvað coast Já. to coast Já, en mann gerur sér ekkert grein fyrir því þú veist hvað því það er raun og veru en það var það líka þú veist miklir og fræknir leiðangrar þegar menn voru einmitt að halda til dæmis frá fransklega þá Kanada og vestur eftir og finna þessar ár og finna það ár sem hægt var að sigla niður til Louisiana þess að líka tengja þetta saman já, og líka mikil saga í kringu það til þess að vera byggja virki og leggja vegi og svona til þess að ná einhverjum tökum á þessum landsvæðum og þá til þess að spilaði jesúitarnir mikilvæg á rullu þegar náttúrulega voru þá líka mitt reyna að gera Indíánuna góðum kaþólikum og þannig náttúrulega binda þá tryggðaböndum og við Frakkland en svo náttúrulega komum náttúrulega líka inn í þetta verslun þetta til dæmis það náttúrulega var erfitt fyrir frakkarinn voru að keppa við englendingar þegar englendingar gátu alltaf selt vörur ódýrar heldur við frakkarnir einmitt en frakkar hvað getur við sagt hvernig þessum nýlendum var stjórnað þeir svolítið með Bretar sko, þú veist, þeir reynda að stjórna þessum nýlendum sko náttúrulega út frá þessum merkantilíska hugsunarhætti Já. þú veist, þeir vildu að þetta væri í rauninni sko mjólkurkú fyrir breska heimsveldið og þú veist, hugmyndin var að þú veist, þeir vildu helst ekki að þetta væri iðinmaður eða snittur rosalega mikið skilur, þeir vildu svona helst ekki sko, þeir vildu svona þeir vildu að það væru hérna að vera að framleiða tóbak og sykur og svona í Suðurríkjunum og það færi síðan til þú veist, í verslunarhafnir og kaupmanna á Nýja Englandi og síðan þaðan yfir til Englands og fengju síðan sko framleiddar vörur í staðinn og svona en frakkar verðast sko hvað getur við sagt stjórn Frakka á þessu Nýja Frakklandi? Gróðundráttunum alltaf var kannski fyrst og fremst áhersla eins og nefndi með þessi allar þessi skinn en þá alltaf voru draumar heima fyrir í Frakklandi þess efnis að byggja þarna upp almennilega nýlendu sem ætti þá að geta borgað eitthvað þeir höfðu ekkert tök á því sko
Nei, þetta var þessi nýlönd alltaf háð því að fá byrðir heimafrá. Þess vegna þegar stríðið til dæmis braust út og Bretar loka ströndinni, þá var þessi nýlenda náttúrulega bara að svelta, liggu við. Já. Og jú, eða voru nú góð ár, þá náðu þeir og framlega nú korni og svona, en til dæmis að undir lokin, hluta því afhverju til dæmis þeir tapaði þessu, frakkar þar að segja, það náttúrulega meðalans vegna þess að það var uppskýrubrestur og það þurfti ekki meira en bara uppskýrubrest 1 árið og þá voru íbúðarnir og allir farin að svelta. Einmitt. Og það náttúrulega líka vegna þess að það var svo mikið andstæða við að byggja þarna upp lífvænlega á nýlendu sem væri svona sjálfum sér nóg, en það náttúrulega hangir líka saman með að það náttúrulega var svo mikið eftir neina slæjast, þú veist. Menn náttúrulega voru ekki búin að uppgötla með alltaf þess að málma og slíkar auðlindir sem voru þarna, þannig að það sem þú gast gert var að reyðja skóginn og rækta hveiti, en það náttúrulega borgaði þessi aldrei að framlega þarna eitthvað hveiti og senda heim til Frakklands. Einmitt. Og þú veist, öll skinnin af íkornunum og þvottabjörnunum og björnunum og hvað það var, þú veist, refum, þú veist, það var alltaf verðmætara heldur en ég veit það ekki, kartöflur eða hvað þú gast ræktað. Herðu, ok, við tölum aðeins þetta stríð. Sko, við komum aðeins hérna í innganginum hérna áðan, sko. Þetta Bretar og Frakkar eru alltaf í einhverju stríðsbröldi. Já. Og það hlaut að koma að því að þarna eru það áframhaldandi stríð, búin að vera auðvitað stríð þarna í Nýlendunum og skærur 1700 á fyrirluta 18. aldri sem koma áðan. Já. Eitthvað, þarna, Queen Anne's War og eitthvað svona. Það líka svo fyndið að gott og nefndir það, því að líka þeir kalla þetta allt eitthvað þannig, sko. Það eitthvað Georg Annar og konungur og þá þetta, þetta stríðans Georgs. Já. Og svo, manstu hvað hann hét sem var konungur í Indíánastríðinu? Nei, ég man það ekki. Þetta allt eitthvað Georg og eitthvað, hvort það var eitthvað Georg sem var þá, en allan, og þannig að þá líka þetta allt, hvað þetta kalla mismunandi, allt eftir hvar menn eru. Já, en sko málið að það hefði gerst ofta áður auðvitað að það hefði brotist út styrjaldir í Evrópu sem að síðan smituðust yfir til nýlendana. En þarna rauninni þetta svolítið öfugt farið, að það byrjar eiginlega stríðið í nýlendunum þarna. Og smitast síðan yfir til Evrópu og úr verður þetta mikla stríð sem við kallum 7 ára stríðið. Já. sem að blandast þá við aðrar milliríkjadeilur í Evrópu með Prússa og Spánverja og Portugala og fleiri. Sko 7 ára stríðið 1756 til 63. Já. En sem sagt það byrja 2 árum eftir það ekki. Það byrja hann þá 2 árum eftir sko. En talandum sko þess að við köllum þessi átök eins og við sögum áðan sko í enskri sagnaritun þar auðvitað talað French and Indian War. Já. Eða þá Bandaríkin, bandarískri, í enskumælandi sagnaritun. Og það þau auðvitað því að sko englendingar að berjast við Frakka og Indíána. Já. Frakkar náttúrulega kalla þetta annað sko. Já. Þeir tala þeir tala alltaf þetta sko hvað hugtakið aftur, ég ætla að finna þetta frönsku, guerre de la conquête. Já. Eða sko árásarstríð eða sko war of conquest. Já. Skilurðu? Það það sem að allavega í Kanada, frönskumælandi Kanadamenn hafa kallað þetta. Hérna segir samkvæmt Wikipedia. En svo þetta hluta 7 ára stríðinu og ég kíknaði sérna á íslenskt sko, í íslensk hugtök þá að mann vil tala bara nýlendu stríðið mikla, minnst það nú svolítið undarlegt hérna. Já. En hérna ég sé hérna einn íslenskri sögubók sem ég á hérna, segir hann hérna í stríðinu nýlendur Ameríku 1754 til 1763 sem nefnt var nýlendu stríðið mikla. Já. Og ég sá þetta hérna líka í annari bók sem ég var með sem ég talaði bara nýlendustríðið. Já. En hérna, mér finnst nú svo sem þetta franska indjána hugtak líka nú bara ágætt, sko. Já, ég myndi að það kannski miklu þetta þar sem var aðalega barast nýlendur en ekki það.
Jú, Brettar náttúrulega líka undir sig, þú veist, Philip Seyar í þessu stríði og það var eitthvað barist náttúrulega í Indlandi já. og í Afríku og Karabísku eyjunum en náttúrulega stærsti sigurinn var auðvitað í Norður-Ameríku. Já. Þú nefndir George Washington áðan. Já. Ekki saga á honum hvernig þetta stríð byrjaði. Hann var hann ungur, breskur fóringi, 22 ára eða eitthvað. Já. Manstu það? Já, það sem gallið, þannig að ég búin að gleyma svo mikið af þessu. Ég var með mjög góða yfirsýn yfir allt þetta fyrir í vor þegar ég las þetta, var að sökka mér í þetta. Að ég veit hvað sögurt að vísi í. Hann drap þarna eitthvað franskan erindreka eða eitthvað. Og síðan gáður honum síðan held ég maður rétt að hann tókuð hann og leta hann fá okkur yfirlýsingu til þess að skrifa undir til þess að sleppa. Já. Og hún var á frönsku hann talaði ekkert frönsku. Nei. Þannig að hann bara skrifaði undir. Já. Og síðan voru frakkandi með þessa yfirlýsingu þar sem hann hefði játað á sig morðið Já. og þannig brustur í það út þetta þetta svona kannski svolítið svona þessi litli atburður sem auðvitað hleypir púðutunir í gang. En þetta voru verslunarhagsmunir fyrst og fremst sem að menn voru að berjast þarna, eða ekki? Jú, þarna en svo náttúrulega þetta líka inn í náttúrulega 7 ára stríða því það sem er náttúrulega svo áhugavert líka er að konungur Bretlands náttúrulega var líka kjörfursti af Hannover sem var þýskt furstadæmi og konungurinn hafði náttúrulega mikið meiri persónuleg völd þarna heldur nokkuð tíman í dag þannig að það var það var stærsta utanríkismál konungsins og þá raun og veru breska heimsveldisins var ju að verja Hannover gegn Frökkum. Já. Þannig að þess vegna til dæmis var þetta þá bandalag lengi var alltaf bandalag þá Austurríkismenn þeir náttúrulega Frakkar og Austurríkismenn voru erkifjendur svo breytist það og þá kallaði til Prússa og kasta hellingspeningi með þetta í Friðrik mikla en það snerist þeir alltaf það að verja Hannover og passa upp á það að Hannover myndi ekki falla. Já. En svo er þetta komið líka aðrir hagsmunir þegar að stríði gekk svo sem ekkert þarna á meginlandinu þá reynir að finna aðrar leiði til þess að koma höggja á Frakka og þá var upplagt að nota náttúrulega yfirbyrðina í Norður-Ameríku. En það byrjar auðvitað í Norður-Ameríku Jú, það gerir það og þá eru þessi verslunarhagsmunir þessir að því að bæði þjóðurnir að sækja inn í hennan Ohio-dal það sem að Ohio áin tengir saman Nýja Frakkland og Louisiana og þetta er akkurat austan við Nýja England þannig að þar eru breskir hagsmunir og franskir hagsmunir að mætast. Algjörlega, en svo hangir þetta líka saman bæði með, hvað maður vil kalla að setja 100 ára stríðið eða þriðja Sílesju stríðið líka sem við að kalla þetta því og þið voru the Austrian Succession sem hafi verið áður og menn hefði ekki klárað það almennilega þannig að maður getur verið að sé fyrir sér að það hafi verið búin að kveikja þetta fullt af eldum og svo það eitthvað búið að minnka sem glóðurna voru ennþá heitar þannig að það þurfti bara smá eldsmat og þá fuðrar þetta allt upp aftur sem það sem gerir þetta sem út af eins og þú segir þessum verslunarhagsmunum þá í Norður-Ameríku og þá er Bretar maður getur borið þetta kannski ýmsu leyti sama við líka Napóleonstríðin eða fyrri heimsstyrjöld þá er þetta flotaveldi alltaf að reyna að finna hvar get ég komið höggi á andstæðingin samanber það er að berjast á Indlandi reyna að hrekja Frakkana þaðan út getur við komið höggi á þá í Ameríku vegna þess að Bretar voru náttúrulega ekki að senda einn her frá Marserinn í Frakkland sjálft en það sem er svo mikilvægt og merkilegt við þetta stríð og ef við segjum bara þetta stríð og 7 ára stríðið þetta miðja 18. öld er að þetta þurrkar út nýlendur Frakka í Norður-Ameríku Bretar fá yfiráð yfir allri Norður-Ameríku bara frá austurströndinni og að Mississippi það er gríðarlega stort landsvæði við tala það líka eins og eftir ef við ræðum aðeins eftirmála þessa stríðs og svona svo hefur þetta náttúrulega gríðarlega áhrif fyrir ameríska borgarastyrjöld fyrir ekki frelsastríði og þetta kemur Bretlandi eða hluti af því að koma
Bretlandi á koppinn sem þessu svakalega heimsveldi sem að þeir urðu síðan og voru. já, En pældu því að sko talandi þessar 13 nýlendur sko að Bretar hafi verið sko að því við sagðum aðan 20. öldin var amerísku öldin ef við segjum það þá getum við náttúrulega sagt að 19. öldin var öld Bretlands skilurðu. En samt sko 1700 þarna eftir þetta stríði við Frakkana og þegar að bandaríska frelsisstríði brýst út ég las ekki staðar að sko 40% af þjóðaframleiðslu breska heimsveldisins var í þessum 13 nýlendum já, hugsa sér þannig að þú getur ímyndað hversu mikið áfall þetta hefur verið fyrir breska heimsveldið að missa Bandaríkin sko. Algjörlega, já En ok, hvað gerðist og hvernig fór þetta? Já, hvað gerðist? Sko, svona já, hversu mikið maður fyrir saumarn á þessu jú, náttúrulega hluti af þessu var auðvitað þetta að menn voru líka að reyna að reisa þarna virki og þannig náttúrulega að undirstrika að núna þetta okkar landsvæði og við náttúrulega núna líka verið að nefna þarna Nova Scotia og New Brunswick eða Arcady og svona, náttúrulega voru óljóslega landamæri þarna á milli það verið deiltu þetta þarna Indíánar auðvitað var náttúrulega líka hluti af þessu Indíánar náttúrulega oft verið að svindla á þeim Já og þeir að, já, kannski reyna þá frekar halla sér að frökkum og reyna að hefna og slíkt. Sko, Indíánar börðust að mestuleiti með frökkum í þessari styrjöld. Já. Og þú ert náttúrulega með þessa Iroquois þetta Indíána samband sem mjög áhugavert. Það er svona samband af mörgum Indíána ættbálkum eða þjóðum. Já. Mohikanar og hvað þeir heita allir. Þetta voru 5 þjóðir held ég þess vegna kölluðu Bretar þetta alltaf 5 nations já þeir bara börðust eitthvað Indíánum með Bretum svona inn á milli og sumir hafa haldið fram að það séu elementi í þessu Indíánaríki eða svo má kalla Indíánasambandi sem að hafi haft áhrif á stofnun Bandaríkjanna vegna þess að þetta var svona sambandsríki eða svona samband sjálfstæðra þjóða og með ákveðin svona lýðræðisleg element líka þó svo að þær hugmyndir hafi náttúrulega ekki verið sko, menn hafa auðvitað geta komið mörg argument fyrir sko að lýðræðishugmyndirnar hafi náttúrulega sjálfsög komið frá Evrópu en menn hafa auðvitað viljað sjá ákveðna tengingar hann Já, áhugavert en svo náttúrulega líka og það var nefnilega mjög erfitt sko fyrir Evrópuþjóðirnar að ýmsu leyti að vera að berjast með þessum Indíánum hvað það var þar að það var sko þeir skildu aldrei hvað það var allt annar hernaðarkúltúr til dæmis George Washington hann barðist nú þarna í þessu stríði og upplifði sína fyrstu bardaga og lærði ju hernað í þessu stríði sem náttúrulega undirbjón síðan fyrir að leiða Bandaríkin náttúrulega þá í frelsisstríðinu en til dæmis þeir gerðu sér aldrei almennilega grein fyrir því að Indíánarnir byggu allt annað kerfi þannig að nú er ég búin að segja til dæmis milljón sinnum en allavega þegar orðstandlega svo búin þegar orðstandlega búin þá náttúrulega voru Evrópubúar vanir því að herðu, núna gefastu upp þeir eru búin að berjast þess að geta ok, þeir gefastu upp, þá tökum við á til fanga við passum upp á þá, við byrjum að hlúa að þeim sem eru særðir við skulum hafa okkur svo siðmenntaða menn og nú gerir ég auðvitað þú veist innan gæðsæla boltan ég gerir mig alveg grein fyrir því hversu afstætt það getur verið Indíánar sá þetta litu á þetta allt öðruvísi þeir litu á þessu svo sko herðu, nú er ég að fara til þessa orustu ég er í þessum hernaði því ég er núna að sanna mig og sína þú veist, ég er að sína hvað ég er mikill karlmaður ég er að reyna að ræna og rupla ég er að reyna að ná mér í fé til þess að taka með heim Þannig til dæmis þegar orðstöðum var búin þá fóru þeir og drápu alla særða og hirtu af þeim höfuðleðrið það var status og það sýndi þú þú varst hugaður og hvað varst búin að berjast mikið og hvað heimi fullt af höfuðleðri og þeir börðust ekkert endilega til þess heldur að drepa því þeir líka vildu taka fólk til fanga til þess að fylla á og koma í staðin fyrir þá sem mistu til dæmis þegar fólk dó það var kannski einhver Indíánaættbálkur sem réðst á þinn ættbálk þá réðst á Indíánaættbálkinn tilbaka
og þú drafst svona marga, tókst eitthvað höfuðleður og allt það og svo rændur kannski einhverjum börnum eða konum eða jafnvel karlmönnum, allt að misjæmt auðvitað hvernig það var og þá gastu síðan valið sko, ok, ætla ég að taka viðkomandi á lífi og hefna eða ætla ég að ættleiða viðkomandi og gera hann þá hluta af ættbálknum og þá ætlum að svo eru sumir ættbálkur þegar þessir harðvítugustu ættbálkvæðin stundu það ætlum að alveg grimt að þeir ættleiddu unga strákallum inn í ættbálkin og þannig fylltu þeir alltaf á og til að bæta fyrir tapis og alla þá sem mistu. Þetta var rosalega erfitt, hann ætlaði með þessi fyrst herförina George Washingtons, þá horfði hann upp á það að þeir eru búin að sigra þarna að taka einhverja frakka til fanga og svo voru indíánar þarna sem bara byrjuðu að slátra mönnum og já, misti alveg tökina. Það var eins með franska hersöðingja. Það var rosalega erfitt fyrir þá, allir með eitt skipti þá voru þeir búin að heita Bretum grið gegn því þá þeir myndu gefa eftir virkið. Ok, og svo gera þér það og indíánarnir skildi það ekkert fyrir indíánarnir var þá alltaf bara algjör heimska fjandinn hafið, þeir eru búin að sigra þá núna ætlum við bara að ná okkur í pening og svo ætlum við að fara heim nú erum við búin í stríðun okkar, við komum þetta bara til að ná okkur í eitthvað smá pening og þræla og sína við erum harðir naglar og það var alltaf svo áhugavert að það var svo mikill misskilningur þetta á milli og það svona frömdullega með þessi indíánar þá ofta eitthvað sem var litið á sem ódæði og jú, auðvitað út frá okkar samhengi þá það náttúrulega ódæði en það samt mikilvægt að halda það líka til haga að það var ekki alltaf þannig að allir voru bara drepnir fólk var líka ættleitt og fekk þá nýtt líf í nýjum ættbálk sem svo sem eitthvað sem Evrópumenn hafa nú aldrei stundað en var rosalega framandi já við erum bara skjót inn í að áhugavert þetta með að taka svona fanga sko og ættleiða því að þú verður þetta heyrt þetta líka hjá Aztekum og svona menn voru að gera þetta við sko hvern annan þegar frumbyggjar voru að berjast í stríðum innbyrðis að kannski þetta sko aftur þetta sko þegar það lítill sko mannafli, lítið fólk sko, lítið fólk að þá náttúrulega það að taka fólk til fanga auðvitað svolítið herfanga auðvitað og það kannski ekki európskur hugsunarháttur á þessum tíma. Nei, og það er komin líka inn á okkur sem skiptir miklu máli þegar til dæmis með Afríku eina megin ástæða fyrir okkur þrælahald hefur alltaf verið svona mikilvæg stofnun í Afríku vegna þess að stærstu auður Afríku hefur alltaf verið fólk. Það gnægð af landi þarft ekkert meira land, Afrika brjálæðslega stór þetta nóg af dýrum þetta kannski til nóg af þannig séð gulli og fílabeinum og hvað það aðalega auðun það hefur alltaf verið vöndun og fólki í Afriku en síðan til dæmis aftur þá að þessum hersöngjum að til dæmis hann Louis Montcalm eða hvernig maður vill bera það fram á frönsku þetta ekki að reyna við það hann til dæmis áttu rosalega erfitt með að hvað maður segja eiga við þessa indíána bandamenn sína því hann var svo mikill heiðursmaður samkvæmt sínum samtíma það var svo mikilvægt fyrir honum að virða lofvorð þegar hann var búinn að gefa grið að þá þurfti að virða það þannig að þegar indíánar fóru þá bak við það og byrjuðu að drepa til dæmis hermennina sem Montcalm var búinn að lofa alla serðu bresku hermennina var búinn að lofa við pössum upp á þá og svo vaða indíánar inn í sjúkrahúsin og slátra þeim það var það mjög erfitt, þannig að hann náttúrulega síðan móðgaði mjög indíánum, þannig að hann misti mikið þann styrk og alltaf indíánarnir þó að voru fáir þá náttúrulega höfðu þeir það fram yfir Evrópumenn að þeir þekktu landið mikið betur og voru mikið hæfari sem sko skæruliðar en það var það líka það sem var erfitt í hernaðunum á þessu svæði að það passaði ekki inn þessi hvað maður segja, evróski hernaður þar sem að þú ert með 2 fylkingar manna sem marsera á opnum velli og skjóta hvern annan þarna ertu með það sem þú ert að berjast í skógi og hitt og þetta þarna ertu með sko skittur einstakar skittur að fela svo bak við tré og steina og svo verður að skjóta þannig á hvern annan og svo hver gefur sér fyrst allt verður sér hernaður og svo náttúrulega byrðaflutningarnir alveg hryllilega erfiðir En hvað getum við sagt gang þessara styrjaldar svona í stuttu máli? Við ætlum ekki að kafa neitt á djúpið í það en Bretar náttúrulega hafa betur á vígvillunum þó að það hefur nú kannski gengið illa hjá þeim fyrst, eða ekki?
Jú, það gekk svona mjög brösulega fyrst. Já, Það náttúrulega líka náttúrulega bara út af því að byrðastaðan náttúrulega var vonlaust. Það þurfti að leggja vegi og erfitt náttúrulega bara að komast að. já, Náttúrulega það sem er einhverjum mikilvægast að ég hernaði. Man ekki hver ég heyrði það að þarna amatörar tala taktík eða eitthvað slíkt en sérfræðingar tala byrðaflutninga. það mitt. Það snýst allt það nefnilega í hernaði, það er mjög áhugavert. Það skiptir engum máli hvort með góða byssur eða hvort með marga menn, það ert ekki með nægan mat fyrir það, það ert ekki með nóg púður, það voru menn ekki að fara að gera neitt. Það mitt. Það gekk mjög brösulega en þeir náðu síðan að samhæfa þetta mjög vel með að þeir bæði senda þá flotastyrk sem siglir þá upp St. Lawrence ána eða koma þá leiðina. Það er náttúrulega að sækja náttúrulega norður eftir, það er náttúrulega í gegnum hvort það var ekki þetta New Hampshire og alltaf að taka það Arkatíu. Einmitt. Og svo líka síðasti hérna sem kom þá frá vestan. Já, ég sé hérna, ég er með kort hérna fyrir fram mig, þeir sækja austur eftir í gegnum Pennsylvania og Virginia, þar eru orustur og svo sækja þeir frá New York og alveg inn í hérna Great Lakes svæðið. Einmitt, já. Norðan við hennan Ohio-dal. Þetta er náttúrulega þetta er svona þessi landafræði sem maður er ekkert mikið að spá í sko hverjum degi, þannig að maður þarf svona aðeins að setja sig inn í þetta sko. Já. Og svo sækja þeir hérna norður eftir Bretarnir meðfram, já, inn í Quebec og síðan kemur hann hérna á móti, eins og segir, niður ána sko. Og það er nefnilega ótrúlega hvað þeim tókst að samhæfa það síðan vel þarna undir lokinu og þá náttúrulega var líka margt búið að ganga þarna á samanber það að þessi franska nýlenda náttúrulega fekk ekki þá byrðaflutninga sem þeir voru háðir og náttúrulega voru ekki sjálfum sér voru sér ekki á sjálfum sér nægir til dæmis mat og auðvitað púður og hernaðarvöru og slíkt. Já. En fremur náttúrulega var uppskerubrestur þarna. Já. Og hungursneið þá náttúrulega upp úr því. Þannig að sko þessi franski herstyrkur þarna var að ýmsu leyti aðfram komin. En svo náttúrulega líka, við getum náttúrulega nefnt það, en svo náttúrulega fræga orustan þarna, Battle of the Plains of Abraham, sem náttúrulega var fræg fyrir þær sakir náttúrulega líka, þessir tveir hersöðingja þá, James Wolfe hjá Bretum og Louis Montcalm falla báðu tveir. Já. Það er mjög frækin orust og náttúrulega mjög mikilvægur hluti af bandarískri og kanadískri sögu. Ég veit. En svona í stuttum máli þá náttúrulega auðvitað voru náttúrulega Bretarnir margfalt öflugar heldur nokkuð tíma frakkar, þannig að auðvitað sigra þeir þetta síðan og ná þá að leggja undir sig alla nýlendur frakka í Norður-Ameríku. Ég veit. 1763 þá eru friðarsamningar í París þar sem að Nýja Frakkland er svona sitt hvoru megin við Mississippi ána, allt austan megin við Mississippi ána fer til Breta, einnig fer að því að Spánverjar voru með í þessu stríði Spánverjar börðust með Frökkum og Portúgalar börðust með Englendingum. Já. Þannig að Spánverjar mistu Flórida til Breta, þannig að þá eru runni, eins og ég segði áðan, öll bara austurströndin frá bara Flórida og norður að Kanada og að Mississippi er allt orðið bara bresti yfir á það svæði. Frakkar höfðu síðan gefið Spánverjum vesturhlutan af Nýja Frakklandi, þess að vestan megin við Mississippi ána, og þá sjáum við þetta stóra ríki Spánverja í Norður-Ameríku koma þar fram sko. Já. Og það áttu síðan auðvitað Bandaríkin seinna eftir að kaupa Louisiana Purchase. En hvernig, keyptir það ekki af Frökkum? Fengu ekki Frakkar það aftur? Keypti það Napóleon það ekki? Já, Napóleon fekk þetta aftur af Spánverjum. Já. Og átti þetta í ykkur 2-3 ár. Já. Og ætlaði að fara að byggja upp ykkur franska nýlendu þarna aftur en endaði sig með að selja Bandaríkjunum ennum það. En síðan er það sem ég sann svo fyndi með eins og með þessa friðarsamning þarna, jú eins og til dæmis Spánverjar farin í stríðið og Bretar lögðu þá til dæmis undir sig Kúbu og svo lögðu líka út sig þetta Philip Seymour, ok, og svo þegar verið að fara að semja þarna að þá fór til dæmis frakkar að velja sko, ok, hvort er mikilvægt fyrir því, viljið þetta þessar sykureyjar þarna í Karabíska hafinu sem man ekki hvað heita og eða Kanada, þeir velja þá sykureyjarnar og svo er þetta svona heyrðu,
hvernig leysið þetta? Já, Spánverjar, þið fáið það aftur Kúbu en og þá var það þannig sko að en þið gefið þá eftir Flórida og við fáum það en þið fáið þá í staðinn Louisiana og frakkarnir þeir gefa þá eftir Louisiana en þeir fá þá í staðinn þessar sykureyjar einhverja tvær, þú veist svona þú fær þetta, þá fær þessi þetta og svo fær þú svona hér nú eru allir sáttir alltaf svona sko reyndar, skemmtilegu punktur að því við segjum sko frakkar mistu allt veldi sitt að því belti líka veist. Frakkar sko menn sögðu sko Kanada einskis virði eða það einhverjir nokkrir hérna bjarnaveiðimenn og eitthvað sko með einhverja þvottabjarnahatta sko það ekkert einskis virði sko þannig þeir vildu frekar halda eftir einhverjum sykureyjum þarna í Karíbahafi sko og svo hérna þeir fengu 2 litlar eyjar utan, ég man ekki hvort köllum við það er það Helluland eða Markland ég man ekki hvort ég köllum við það er alltaf þetta nýfundna land nýfundna landi og það þá auðvitað upp á sko þorskin sko einmitt Saint Pierre og Miquelon en pældi hvað þú veist það er ruglað dæmi þetta eru 2 pínlitlar eyjar utan á nýfundalandi sem að sko þeir fá að halda bara til þess að fiskimenninni geti sko landað sko þorsknum sínum og að þeir fengu náttúrulega að halda einhverjum fiskimiðum þarna og þetta hafa Frakkar bara átt alla götu síðan sko einhverju einasta stríði síðan síðan 1763 hafa Bretar að hernemi þessar eyjar og alltaf gefið þeim það aftur sko og þú veist og enda þetta í dag beldi hvað verið gaman að fara ánga að því að þú veist maður get ekki séð betur en þessi bara tölu franska þarna og svo menn tala nú örgulega mikla ensku líka það lítur nú að vera en það sem er mikilvægt auðvitað í þessu er sko hvað áhrif þetta hefur á auðvitað sko vöxt þessara 13 nýlenda sem áttu síðan auðvitað eftir að vera Bandaríkin því að í raun og veru getur maður sagt að Bretar hafa alveg virkilega pissað í skóinn með að taka allar þessar frönsku nýlendur því það sem gerðist þá til að sé að þarna var búið að fjarlægja þennan sameiginlega hættulega óvin sem var stöðu ógn við nýlendurnar þannig að þarna sá nýlendurnar allt í einu því það sem gerðist síðan alltaf upp úr breska ríki náttúrulega, ég held að ríkissjóður hafa 2-faldað skuldir sínar og það þurfti einhvern veginn að borga fyrir allt þetta og Bretum fannst sem var svo sem alveg sanngjarnt fannst auðvitað að þá getur nú bandarsku nýlendurnar borgað nú eitthvað fyrir allt þetta og borgað fyrir auðvitað bresku hermennina sem voru verja þær og voru í Norður-Ameríku og þá sögðu þeim með nýlendurnar að við viljum ekki taka þátt í þessu sko og það náttúrulega er engin óvinnur þú veist, fjandinn hafi okkur við að borga fyrir breskan her og þá náttúrulega síðan er þetta stríðin náttúrulega stór hluti að náttúrulega síðan af hverju frelsisstríði síðan brýst út setna mér með svona gott dæmi hvað sameiginlegur óvinnur getur verið mikilvægur algjörlega en líka sko sem með þjóðabyggingu og svona identitet sko að því að það tala það sko að þú veist þessar 13 nýlendur þetta voru auðvitað sko englendingar basically og það var ekki komin eitt svona eitthvað amerískt identitet þarna en það sem að menn hafa bent á að það sem að þetta stríð gerði var að þetta í smá tíma var til þess að byggja svolítið upp sko styrkja svolítið þess að svona þetta breska identitet nýlendubúana vegna þess að þarna voru þeir allt í einu komin í eitthvað agalegt stríð við Frakka eins og þú segir og Indíána undir breska fánanum og þá voru komin hérna þú veist breskir herforingjar frá Bretlandi og þú veist og fleiri hermenn frá Bretland og annað sem að sko hjálpaði til við þú veist að svona stappa þessum bresku nýlendum svolítið saman undir konginum sko algjörlega í smá tíma sko og það var til svolítið svona menn voru svona stoltir að því að vera Bretar sko í þú veist Massachusetts og Pennsylvania og svona algjörlega, það er mjög svo sem er svolítið áhverð og til þess að George Washington skilur breskur herfóringi sko og sér það líka eitthvað á brefaskrifum og úr einhverjum dagbókum eitthvað svona heimildum þannig að til heilmikið heimildu frá þessu tímabili
að það sem menn, ég mitt voru jú stoltir að því að vera þjóna þarna í breska hernum eða þá sem svona militiamenn þá á vegum breska hersins og slíkt. Algjörlega. Það samt finnst mér satt líka alltaf áhvert að maður sér það líka í heimildu hvað þessar nýlendur voru mikið að malda í móin og vildi ekki borga fyrir þetta. Það til dæmis, það var stór mál þegar voru koma til dæmis þá atvinnuhermenn frá Bretlandi, svona redcoats, að nýlendur vildu sér ekkert borga fyrir það að hýsa þá. Já. Það var og þeir voru oft brjálaðir þessi bresku hersöðingjar og þurfa að þröngva sér inn í hús og taka það sem þeir þurftu til þess að geta rekið stríðið og svo var alltaf þess að nýlendur að draga lappirnar en ekki það, þetta getur maður verið með 2 hugmyndir á sama tíma eins og þarna, hluti, þetta voru stoltir að eins og þú segir en það er svona sem eitt að vera stoltur annað þegar maður þarf líka að fara að borga fyrir það. En svo annað þessu af því að við kannski tökum auðvitað bandaríska frelsistríðið betur fyrir hérna seinna. Já. En þú ert náttúrulega með bandarísku uppreisnin þannig séð er ekki það er ekki fyrir seinna sem menn fara að sjá skilur okkur við erum Ameríkumenn og við erum ekki Bretar skilur, við erum eitthvað annað, við ætlum að búa til eitthvað nýtt. Já. Heldur er þetta þróun það sem að menn eru að hugsa við erum Bretar sem búi í breskum nýlendum og við erum ósámála stefnu stjórnvalda. Þetta eru. Já. Þannig að allir þetta sem þú ert að segja að láta þá borga fyrir virkin og það sem gerist eftir 1763 þú veist er að þeir fara til dæmis að efla skattheimtu voðalega mikið og tolla, þú veist, skerpa tollheimtuna og svona og þetta fór alveg voðalega mikið í taugarnar á þessum nýlendu mönnum. Já. Og þá var það rauninni bara óanægja með stjórnvöld Já. Svo þessi proclamation lína sem er svolítið áhugaverð sem er að í friðarsamningunum þá náttúrulega tvöfaldast eða þrefaldast eða eitthvað landið sem er undir breskum yfirráðum vestan við 13 nýlendunar og Appalachia fjöll og það sem að kóngurinn gerir er að hann kemur með svona proclamation eða svona hvað heitir það, konungsúrskurð það sem að segir hörru, við drögum línu meðfram núverandi landamærum þessara 13 nýlenda frá Flórida og alveg upp að Maine og segja austan við þessa línu þar má engin landnemar setja stað heldur í norður héruðunum í kringum hana Great Lakes og þar var stofnuð nýlenda sem hét Quebec og hún átti það bara að vera Quebec og sunnan við þar var svona Indiana Reserve þar áttu Indiánarnir að búa og síðan alveg síðist í Flórida það átti bara að vera 2 nýja nýlendur austur og vestur Flórida þannig að gömlu 13 nýlendunar sem hafðu séð fyrir sér nú fáum við að stekka við okkur út í frontierin þá allt í einu máttu þeir það ekki Nei. Þá er það svona til hvers voru við að berjast í þessu stríði við meðum svo ekki fá af því að þá er allt í einu komni nýjir þegnar í þetta breska Norður-Ameríkuríki sem voru ekki lengur bara þessir ensku landnemar heldur franski landnemar líka sem þurfti að passa upp á í Quebec og svo náttúrulega indjánar í þessu Indiana Reserve en það þetta fylgdi því að allir indjánarnir í austamegin þeir voru fluttir yfir í Reserve en þessi hugmynd þetta var rauninni bara skiljalega svolítið út frá bresku stjórnvöldunum að þeir eru náttúrulega bara að reyna að stjórna öllu þessu landi sem við erum búin að fá algjörlega og ég held að það hef ekki verið planið að hafa þetta svona eilífu heldur var hugmyndin að þú ætlaðir að stækka landnemabyggðina alltaf smá og smá í vestur þannig að þessi það að enskir landnemar væri að leggja undir sig alltaf meira og meira og meira af Indíánasvæði að það átti að vera meira svona stýrt en það var líka það sem að gerðist síðan seinna auðvitað eftir að Bandaríkin urðu til að þá heldur auðvitað áfram svolítið að stýra þessum landnemabyggðum Já, mitt
og áhugaverð þeim líka sjá þá krafta sem að reyna að stýra þessu og svo hvað mótkraftarnir voru líka sterkir þeir sem ekki vildu hlýta þessari stjórn og voru að brjóta undir sér land og öll súsaga og náttúrulega síðan allt þetta vilda vestur og það sem maður fekk þá setja mér. Já, algjörlega. Ég held að við getum tekið fyrir hér setna frelsistríðið og haldið eins áfram með þessar umræður. Já, endilega, við þurfum að gera það. En þetta þá hluti af 100 ára stríðinu hinu setna sem var heldur ekkert lokið þarna því það hélt náttúrulega áfram í Napóleónsstyrjöldunum og fleiri stríðum á meginlandi Evrópu. Og það er náttúrulega líka svo gaman að tala um frelsistríða því að það er svo þarna sko, hvað þarna missa frakkar allt sitt í Norður Ameríku en síðan liða var nokkur ár þá komuði rosa höggi á Breta þetta með því að hjálpa þessum 13 nýlandum að brjóta sig frá einmitt. Sem síðan aftur á móti kostaði frakkar rosalega mikið því þeir náttúrulega uppskera síðan frönsku byltingunum þetta upp úr því sko þá er náttúrulega við þetta kostaði konungsveldi sérstaklega. Já hefur ekki verið svolítið svona sérstætt samband á milli Bandaríkjanna og Frakklands einmitt út af þessu? Jú, það er einmitt verið það stormasamt líka en þetta verið svolítið svona love-hate samband það er alveg áhugavert, það er alveg verið þar einmitt Já, við tala meira það þetta ástar-haturs samband einmitt. Herðu, þetta er ágætt. Erum við ekki bara að fara að vera góðir í bili með þennan hluta svona smá yfirferð yfir upphaf Bandaríkjanna? Já. Má segja það og svona vöxt breska heimsveldisins og já, þú veist, þetta er svo margt sem tengist inn í þetta maður. Þetta er hluti á svo mörgu, sko. Já, þú veist, Rússland náttúrulega spila þetta líka rullu og Svíþjóð og hvað það er. Já, þegar hún er talað um hvað þetta er þekkt, sko, þetta er þekkt sem Pomeranjustríðið í Svíþjóð. Já, ertu að tala um 7 ára stríðið? Já. Já, einmitt. Herðu, við allan erum búin að setja á stað hér nýtt síðan á hlaðvarpinu Sögu skoðun við snúum aftur hér í næsta þætti þar sem að við höldum áfram umræðum söguleg málefni þá segjum við þetta gott hér á hlaðvarpinu í dag og sjáumst fjallhress í næsta þætti. Verið sæl.